Hérna, jæja, hvað ætlarðu að gera? Ekki bara til okkur Þú byrjar að taka þetta upp. Já, ekki bara fara að gera það fljótlega. Já, ertu með spurningana, hvernig hefur þetta? Já, ég er bara með svona söguþráð sem ég langar að fara yfir og mér langar bara svolítið að renna yfir bara þitt líf og fá að heyra svona svolítið hvað þú hefur lært og hvað þú hefur gert og hvernig þetta var að byrja þetta allt saman. Þú ert ekki að hafa neinar ágjur, ég er að fara... Ég segja allt og þú mátt byrta allt, mér er alveg sama hvað þetta er ekkert ritskoða neitt, sko. Þú ert hreinskilinn maður. Mér er alveg skítsama hvað þú setur í loftið, sko. Er það eitthvað sem voru búin að tileinka þér í seinni? Ég er að vera 70 og þá einhvern veginn verður bara að hafa það. En þú ert ekkert að ágjöra því að það er eitthvað að vera puntað eða pjatta eða svona. Ég hef hingað til fengið til mín gesti sem hafa afrekað margt í lífinu, hvort sem það er í gegnum íþróttir, viðskipti eða annað slíkt. Með fullri virðingu fyrir þeim öllum þá er Tommi á búlunni nettasti einstaklingurinn til að labba hingað inn. Tæplega 70 ára gamall og skítsama hvað öllum finnst. Ég hef sýnt honum hvernig podcast-appi virkar og í staðinn fór hann úr peysinu og sýndi mér nýja tattúið sem Fjölnir gerði á hann í gær. Settist svo niður og sagði mér frá því hvernig það var að ná fótum í lífinu eftir að hafa drukkið allt frá sér yfir í að koma á stað veitingahúsum, skemmtistöðum, hótelum og hamborgarabúlum hérna á Íslandi og erlendis og lifa nokkuð þægilegu lífi í dag, landsþekktur sem Tommi á búlunni. Ég spurði hann hvort það væri mikið að gera hjá honum þessa dagana og hann sagði nei, það eru bara AA-fundir og work class. Þess má geta að Tommi borðar hamborgar á dag og tekur 105 kíló í bekkpressu. Gerðu betur. Hann er sögumaður á Guðsnáð. Ég hef til dæmis ekki getað skáldað sögun af honum og Steve Wozniak, meðstofnanda Apple og þeirra stund fyrir utan kringluna á 5 ára afmæli Hard Rock, en ég ætla bara að leyfa ykkur að heyra þá sögu frá Tomma sjálfur. Styrktaraðilar þáttarins eru Origo og Joe and the Juice. Í gegnum alla podcastþættina hef ég notað Bose Quiet Comfort 35 sem er einmitt með á hausnum á mér akkurat núna. Þegar við séum þetta út um allt og ekki ástæðulausu. Ekki nóg með að þau séu slikk og fallegi útliti og hljóma vel, þá eru þau þráðlaus og með noise cancelling sem Tommi reynda kallaði hljóðdeyfi eða hljóðdeppun hérna á hann. Þetta er flott hérna heyrnartól. Já, finnst þið ekki? Já, það er rosalega. Er þetta svona með svona til að vera með flugurum sem er svona hljóðdeyfi eða svona? Já, noise cancelling. Já, þetta er svoleiðis. Er kveikt á þessu núna? Já, kveikt á þessu. Þú bara skellir þessu á þig. Ok, ákveður á ég að vera með þetta? Eins og maður sagði það hentaði vel í flugvélina og sen eru þau bara svo handhæg og þægileg. Þráðlaus, hægt að brjóta þau saman í tösku sem fylgja þeim, raflaðan dugir í 20 klukkustundir og það tekur enga stund að hlaða þau aftur. Persónulega get ég ekki beðið meira. Þetta er mjög samfærandi til marks ágæti heyrnartóla. Ég tek öllum hlustundum fagnandi en það er eitthvað ekstra gott við þá tilhugsun fólkið sem er að hlusta í vinnunni. Með heyrnartól á hausnum, keyra einhvern bíl, mála eitthvað grindverk eða bara í áhættustýringu hjá einhverjum lífeyrissjóði. Til ykkar vinnandi fólks ætla ég að leggja til að fara á Joe and the Juice í hádeginu, pantið stóran power shake og spicy tuna með avokado. Nema á sért að lyfta lóðum eins og Tommi. Fólk sem lyftir lóðum fer hann á Joe and the Juice og panta sér vegan shake. Þetta er bara eitthvað sem allir vita. Tommi á festi, Tommi á Tommaborgurum, Tommi á Hard Rock og síðast en ekki síst Tommi á búlunni. Gjöru þið svo vel. Eitt, góðan daginn, testing. Tómas er að tala hérna við ungan mann. Hvað heitir þú, Kári? Nei. Nálægt, Snorri, já, er ekki þau? Allt í góð. Er það síminn komin á silent? Já, ég er alltaf með á silent. Já, það. Já, ég nenni ekki að svara það. Nenni ekki að tala við fólk. Nema Kára. Það kemur svona svolítið óvart að svona margir viti hver Tommi á búllunni er. Þú byrjar að taka upp? Já, ekki bara byrja? Jú. Tommi á búllunni, ertu hjartanlega velkomin? Já, takk. Þú ert landsþekktur hamborgarastaðs eigandi. Ég er heimsþekktur hamborgarastaðs eigandi. Heimsþekktur, ég byrst velveringar. Hvernig kemur það til? Akkur veit allir hver Tommi á búllunni er? Það er nú svona bara right place at the right moment, en það skeiði sko uppalega 1981. Þá opnaði ég Tomma hamborgara. Já, og þá varstu Tommi á Tommaborgurum, eða ekki? Já, og fullt af fólki lítur á búluna bara sem útgáfa Tomma hamborgarum, sko. Þannig að gerir enga greinamun á því, hvort þetta er búlar eða eitthvað annað.
en það var hérna tímabil á milli hamborgara, Tomma hamborgara og búlunar sem að ég gera eitthvað allt annað. En til að svara spurninguðinni þá skeði nú það einhvern veginn bara svona óvart á í mars 1981 að ég opnaði þennan hamborgarastaðinn á Grensásvegi 7 14. mars, þá opnaði ég og á þeim tíma var svo auðvelt að auglýsa, það var Ríkisútvarpið á Moggin, það eiginlega, þú þurftir ekki meira, þá vissi allt landi hvað var að ske. Annað en dag. Ég maður lifandi, það eru 30 eitthvað útastöðar og hérna enginn blöðin, þannig að hvað er átt að auglýsa? Nema hvað að ég sem sagt ég hafði nú orðið landsþekktur nokkur árum áður, sko. Ég hafði verið í félagsheimilinu Festi í Grindavík á árunum 1977, 8 og 9, þannig að 3 ár og á þessum tíma voru sveitaböllin alls ráðandi. Já, hann er félagsheimili, það er í rauninni bara skemmtistaður. Já, þau urðu það, sko, því að það var, sko, unga fólkið, 16 ára, pluss mínus, það átti hvergi afdreif í Reykjavík, þannig að það var farið í rútum og bílum á Suðurlands undirlendi og Suðurnesinn til að skemmta sér og hljómsveitirnar ýmist leiguðu félagsheimilinu voru sjálfar með böllin eða þá að eins og í okkar tilfelli við vorum með böllin sjálfur að því að félagsheimilinu var nýtt og við einhvern veginn svona réðum meira ferðinni, þannig að ég er þarna í Festi, við byrja í byrjun maí 74 og Festi var þá tiltölulega nýopna, kannski rúmlega árs gamalt, kannski 1 við 2 ára gamalt og þótti mjög flott, þannig að það þótti flott að vera með böllin í Festi og það voru hérna nokkra hljómsveitir sem réðu ferðinni, Haukar og Hljómar og Júdas og Pelikan, hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi. Það voru svona nokkrar svona hljómsveitir sem virkilega drógu að sér gesti og það var alltaf ball hverja helgi í Grindavík og ég man að ég hef mest síð 11 rútur fyrir utan, skilur, húsið tók raunverulega 400 en það voru svona 600-700 manns á balli. Var það lenskan að fólk var að taka rútur frá Reykjavík yfir í Grindavík til þess að fara á ball? Já, það fór til Grindavíkur, Keflavíkur, það fór á Hvolsvöll, það fór á Hellu, félagsgað í Kjós og svona og jafnvel, sko, Hlégarður var nú lengi vel mjög vinsæll, en hann náttúrulega bara rétt hérna fyrir utan bæinn, en það var samt var í rútum þaðan frá umframiðstöðinni og svo var farið í hótel Hveragerði á öllum stöðum. Ég meina, ég kemur þangað í dag að þá var þetta bara svona smá kompa, en að skulu þarna hafi verið haldin alveg bara börn með fleirundum manns, það er bara ólíkindum. Og hvenær var fólki skutlað aftur heim? Það þegar bara var búið, ég verði að búið klukkan 2 og þá bara fór rútunar heim og þú veist, og svona það var hellingur fólki sem kom á sín megin bílum, en allavega ég sem sagt var hérna í Festi í Grindavík og svo Festi var einhvern veginn náði flugið þarna með að ég þarna og árið 75 var náttúrulega besta ári í ballabransanum fyrir Festi allavega og ég allt í einu orðin Tommi í Festi og ég sem sagt auglýsti mikið og varð svolítið áberandi, þannig að þegar ég opna, svo hætti ég sem sagt þarna haustið 77 og fór til Ameríku í háskóla og lærði hótel og veitingarekstur þar og þegar ég kem tilbaka þá sem sagt og opna Tomma hamborgara, þá svona gat ég aðeins svona minnst á það að það væri Tommi í Festi sem væri að opna þennan hamborgarastað þennan Grensásvegi, en sannleikurinn var sá að þegar ég sem sagt finn þetta húsnæði til leigu og minnist á það við svona fólk sem ég hitt á förnum vegi að mér langi til að opna stað á þessum stað á Grensásveginum, þá leist mörgum ekki á það, þegar fannst þetta að vera ekki góð staðsetning og einhvern veginn hvöttum ekki til dáða, en ég einhvern veginn fékk yfir mig einhvern anda þarna,
ég kem þarna inn í desember, miðjan desember 1980 og þá hafði húsið staðið tómt í einhverja mánuði eða árið eitthvað, hann hafði ekki getað leigt það út og sá sem að átti húsið, Garðar Hinriksson, hann var með úrræmflutning á efri hæðinni og í kjallaranum var hann með fyrirtæki sem heitir Vestfirska harðfisksalan. Þannig að hann geymdi allar harðfiski sem kom í stórum svona, það er kallað ballar, svona hellingur af harðfiskin í svona strigapoka. Hann geymdi þetta allt saman inn í húsnæðinu sko að því það var ekki útlegu. Þannig að því ég kem hérna vetri til og það var rafmagnslaust og það var kalt og það var ángandi allt í harðfisk en ég fekk samt yfir mig andan og gæti ekki glemt þessu húsnæði. Þannig að það verður úr að ég opna þarna og það var nú algjört ævintýri því að sannleikurinn var sá að ég hafði komið frá Ameríku og hérna hafði sko þegar ég var í festi þá hafði ég hægt að drekka brennivín og þannig að hlutinni gengur mjög vel eftir ég hægt að drekka brennivín þar en ég var að byrja að drekka brennivín aftur þannig að ég hafði farið í meðferð þarna í júní 1980 gekk illa að fá vinnu þegar ég kem út meðferðinni og svona var eiginlega konan hafði skilið við mig og ég var svona svolítið einn og umkomulaus og á einu ári hafði ég drukkið mig nánast 3 sinnum út úr starfi þannig að þegar ég fer á stað og ætla að fara að opna þennan hamborgarastað þá átti ég ekkert og ég man að ég hafði keypt íbúð í einhverju bjartsýniskasti af föður besta vina míns og ég vissi ekki hvernig ég gæti borga hann, hafði ekki hugmyndu ég var atvinnulaus og hafði bara einhverja smá peninga milli handana hann því ég kaupi íbúðin en engin sko plönum innkomu þannig að þegar ég fer á stað og ætla að fara að opna hamborgarstaðinn þá átti ég ekkert en ég leigði þessa íbúð út fekk árið fyrirfram sem voru 16.400 krónur þá kostaði dollarinn 6 krónur og 41 aur það var nýbúið að taka nullinn aftan af þannum áramótin bara og ég tek við húsnæðinu 3. janúar eða eitthvað svoleiðis og ég ætlaði að innrétta þennan stað og ég ímyndaði mér að myndi kosta svona 200 til 250.000 krónur ég byrjaði nú bara fyrstu vikun á því að fara niður í Karnabæ og að því ég þekkti þar hljómdeild Karnabæjar það var náttúrulega sér Bjarni Stefánsson sem var að selja Pioneer hljómdæki þekkti hann og það var lánstraust og ég byrjaði á því skilsagt fyrstu vikuna ég keypti hljómflutningstækin í Karnabæ fyrir 100.000 ég meina ég var með budget upp á 250.000 svo þú getur rétt ímyndaðir hvert stemdi þannig að og ástæðan fyrir ég keypti öll þessi hljómflutningstæki var það að ég lét útbúið svona var flottan skáp þannig að þau sáust vel og ég stilti þeim þannig upp og þegar fólk kom og var að panta hamborgaran sinn að þá sá það græjurnar og eini tilgangur græjana fyrir þetta það er náttúrulega að vera með hljómlist á staðnum það var að fólki átt að horfa á græjurnar og segja wow, og rosalega flotta græjur og það virkaði og ég enn þann dag í dag það eru 35-40 ár síðan þetta skeiði fólk ennþá að minnast á það hvað græjurnar voru flottar en til að gera langa svo stutta þá sem sagt þessi staður sem átt að kosta 250.000 krónur á sama tíma dólarinn kostaði 640 þá kostaði staðurinn sko 1.000.000 hann sem sagt fór 4-5 sinnum fram úr kostnaðaráætlun og ég átti ekki krónu og ég ætlaði að selja 200-300 hamborgara með 250 hamborgara bara mjög góð sala en bara strax eftir 5 vikur var ég komin yfir 1000 hamborgara á dag þannig að fyrsta árið seldi ég 352.000 hamborgara þannig að þó að staðurinn hefði farið öllum kostnaðarböndum í uppsetningu skipti engu máli hann borgaði sig niður á 3 mánuðum Var fólk byrjað að leggja leið sína á Grensásveg bara til þess að fá hamborgara? Já, algjörlega. En ert þú að kynna hamborgara fyrir Íslendingum á þessum tíma? Fólk vildi svolítið meina það?
Nei, það er raunverulega ekki rétt. Ég hafði sjálfur kynst mínu fyrsta hambúrgara á svona lítillu búllu sem var í Austurstræti, héti Ísborg. Þar man ég fyrst eftir að fengi hambúrgar og franskar. Ég borðaði mikið af hambúrgarum og brauðbæ þegar ég var í Verslunarskólanum og Askur var með hambúrgara, byrjaði að selja þá 1966 held ég að verið. Þannig að það var búið að vera hambúrgarar við það og strákur, það var búið að opna stað með þessi á Lækjartorgi sem hét Borgarinn. En þegar ég opna, þá setti ég bara 3 dálka auglýsingu í Moggann og auglýsti eitthvað í útvarpinu í einhverja daga, að það var svo áberandi að því að sko auglýsingi var sérstök. Það var svona mynd af einhverjum apa sem við köllum Tomma apa. Hann var svona symbol fyrir staðinn og ég var þarna og þetta var þessi frægi Tommi Festi sem var að gera þetta og þetta var svona kannski fyrsti staðurinn sem að sérhæfði sig að selja bara hambúrgara. Því að Askur og brauðbær og öll þessi grill sem hafði verið opið frá því 1966-7, þau voru öll að selja fisk og franskar og einhverja samlokur og jafnvel einhverja svona steikur og myndusteikur og svoleiðis, þannig að hambúrgarinn hjá þeim var svona bara auka. Það var kannski það var góðir hambúrgarar en ekkit endilega sko aðal. Þannig að þegar ég opna þá er það bara hambúrgarar og það er það sem gerir það verkum og fólk einhvern veginn lítur á mig svona sem svona einn eiginlega hambúrgarastað. En þú talar að þú fórst í verslunarskólan en þarna komin út í matsölubransan. Hvernig hefst þitt líf í rauninni? Af hverju ferðu út í þetta? Já. Hvernig voru æskuárin? Í sannleika sagt þá byrjaði ég nú ungur að drekka brennivín 13 ára og mér fannst rosalega heillandi þarna 14, 15, 16 ára gamall að sjá alla strákana og Vesturbærin sem voru byrjað að læra að vera þjónar því þeir voru alltaf í partíum kom alltaf í miðri viku þá voru þeir í smoking, hvítri skýrt og slöff og voru svona bara að koma heim svona í morgunsárið eða eitthvað skilur hann maður var varfið þá þannig að mér langaði rosalega að vera þjónn. Strax á unglingsárunum? Já, 15, 16 ára gamall, þetta var svo heillandi þetta partílíf sem að þjónandi virtust lifa í, þannig að mér langaði að vera þjónn, en ég komst hvergi að og ég hef nú stundu sagt að kannski ég sótti á nokkrum stöðum og þá hafði ég nú kannski verið þar einhverjum vikum áður og ekki að haga mig vel í að ég var undir áhrifum og þeir sem réðu fólki vinnu höfðu engan áhuga þessum náunga sem kom þarna sækjum að vera nemi í framleiðslunni en einhvern veginn komst ég nú að hjá Loftleiðum og Keflavíkurflugvelli í matreiðslunni sem var svona það var á einhvern hátt svona ég var sáttur við það að fara í kokkinn ég hef stundu sagt að ég hafi farið í kokkinn til þess að geta verið fullur í vinnunni og ég var oft fullur í vinnunni fyrstu 10 árin, það er ekki spurning Fyrstu 10 árin? Í fyrstu 10 árin sem ég var að vinna í eldhús ég lærði kokkur já. og ég var 10 ára tímabil alltaf að vinna á og til í eldhúsum og ég sem sagt kokkar komast svolítið upp við það að vera að smakka eitthvað vín og svona, þannig að ég smakkaði bara aðeins meira heldur en ég átt að gera og ég meina það er bara ekkit leyndarmál, ég var ekki drauma starfsmaðurinn en þú segir hvernig verður það að veruleika ég fyrir í veitingabransan en náttúrulega það að ég læri að vera kokkur og svo sem sagt þegar ég er búin að vera einhverja mánuð í veitingabransan í matreiðslu náminu upp á Keflavíkurflugvelli þá komst ég yfir bók sem hét handbók veitinga og sambandsveitinga og gistuhúsa og í þessari bók, þetta var svona dagbók sem var gefin út árlega og í þessari bók voru öll lög og alla reglugerðir hótel og veitingahús sem bara sem fyrirfundust í íslensku réttarkerfi og ég las þessa bók mér til skemmtunar og þá var ég búin að vera 2 ár í Vestló áður í fyrstu og öðrum bekk hafði nú hættar fallið bara en ég sagði sjálf að mig mér langar að veitingum mér langar að fullta veitingahúsum en til þess þarf ég að læra meira svo ég tók inntökuprófa inn í Verslunarskólann í 3. bekk á sama tíma og ég var að læra á kokkin og var sem sagt tíma
bæði í kokkaskólanum og í verslunarskólanum. Þannig að Þú kemur þess að aftur inn í verslunarskólan eftir að hafa fallið út úr hún. já, það tók mig 8 ár. Það tók mig 8 ár frá því ég fór í fyrsta bekk. Í gamla daga þegar ég byrjaði í Versló þá sko fóru menn upp úr öðrum bekk í Versló, sem 15 ára gamlir. Og það engin lygi að það sem heillaði mig mest við Versló þegar ég var 15 ára, það var að ég sá einhvern tímann að voru til Fjórðabekk Versló á peysóttadeginum, og þau voru öll að syngja og drekka á pelum og hafa partí, og þannig að ég fór í Versló uppalega til þess að vera fullur á peysóttadegin. Þannig að fylleríið svolítið þinni vegferð fyrstu ár lífsins. Já, maður lifandi, ekki spurning, og sem sagt, svo, það tók mig sem sagt frá því ég fyrir fyrsta bekk og þá til ég klára loksins fjórðabekk, það liðu 8 ár og ég var orðinn sko 22 ára held ég þegar ég loksins klára Versló. Og þegar ég loksins datt í það á peysóttadaginn, þá var ég myndi skammar, alveg bara skelfilegt. Skammast mér ennþá þegar ég sé samnemendur mína sem ég var með á þessum degi. Já, varstu að gera það fíflega þarna? Já, ég algjörlega, og ég sá einhverja myndir einhvern tímann í einhverju svona reunion og ég bara lokaði augun og sagði, wow, er þetta ég? Jæja, en til að gera langa sögu stutta, að sem sagt ég fer í festi, fer til Ameríku, kem tilbaka og það Hvað varstu að gera í Ameríku? Í háskóla, ég fór í Florida International University að læra hótel- og veitingarekstur. Þannig að þú varst alveg, það var alveg skýr stefna hjá þér, þú ætlaðir í veitingareksturinn. Já, það var sko, þetta var eftir ég var í festi, því að í festi setti ég tappan í hlöskuna í 3 ár, þannig að ég var svona búin að ná að smá flugi sko, og sá að, þú veist að ég myndi aldrei verða veitingamaður, ég myndi læra meira, en bara svo ég sé nú hreinskilin að ég var að rifjað upp núna ekki alls fyrir löngu, af hverju fór ég raunverulega í amerískan hótelskóla og sko Hégóminn hann hefur ráðið svo miklu í mínu lífi sko, ég hefði séð þegar ég var að vinna upp á velli í gamla daga sko þegar ég 16-17 ára þá var ég að vinna hann á íslenskum alvertingum þá fórum við að fara í klubbana því að það voru þarna klubbar sem seldu bjór fyrir slikk og fest náttúrulega engin bjór á Íslandi og maður gæti einhvern veginn svona komist þarna inn þó maður var ekki með aldur nema hvað, þá hafði ég séð sömu af þessum hermönnum að þeir voru allir með svona flottan háskólarhring svona, það er alveg háskólarhringir í Ameríku mjög sérstakir og þeir eru svipaðir í laginu hvar sem er í Bandaríkjunum en eru allir með sér einkenni og mér langaði svo opbóðslega til að eigna svona alvöru amerískan háskólarhring en ég gæti ekki hugsa mér að kaupa hann bara svona á fortsölu eða eitthvað. Ég fannst ég verða að hafa verið í háskólanum og kláraði hann til þess að geta raunverulega borið hringinn. Og fékkstu hringinn? Já, fékk hringinn. Og kemur þess að heim og opnar tómanborgara? Já, ég opna tómanborgara. En ertu þá búin að láta tappa hann í flöskuna? Já, ég fór í meðferð sem sagt eftir ég kem heim frá Ameríku frá skilin og svona einn og yfirgefin og umkomulaus, byrjar að drekka aftur, þá fór ég í meðferð ári síðar, sem sagt í júní 1980, sem var kannski turning point í mínu lífi. Það bara skeð eitthvað. Ég fattaði þetta, þú veist. En varstu búin að gera nógu mörg mistök til þess að loksins fattaði þetta, eða var þetta... Þetta var bara byrjunin á mistakaferlinu. Nú, já. Þannig sko, þegar sá sem er ekki að gera mistök hann er ekki að gera neitt. Nei. Þannig ég er búin að gera ótal mistök. Varstu að gera helling? Já, ég meina það er bara svoleiðis þegar þú ert í svo veraldlega vafstri þá tekur ákvarðanir og þær eru ekki alltaf réttar og svo bara málið er bara hvernig leysur úr því, hvernig afgreiður málin, klára þau. Ég nokkru sinni skrifa nafni mitt og á einhverja pappíra og það hefur tekið mig 2 ár að klóra mútur í að því ég var hljópa á mig hvatvís. Var það? Já, maður lifandi. En þarna ferði sem sagt í meðferð og eins og sagðir hérna áðan áður við tókum upp að fékkstu vitrun. Já. Og það sem sagt kveikti, hvað segir maður, bara í rauninni hóf
ferliðin svona af alvöru eða ekki? Þarna ekki svolítið blaðinu snúið við? Já, hann má eiginlega segja það sko, þannig einhvern veginn ég heppinn sko, ég var þekktur sem Tommi í festi, það runnið af mér og ég var svo heppinn að vinur minn Þórir Gunnarsson sem var seinna var veitingamaður í Prag og ræðismaður Íslands þar til margra ára, hann hafði beðið mig að hjálpa sér að opna hamborgarastaðinir á Laugavegi sem matstóð Austurbæjar stóð, hann átti það og ég fekk svolítið að ráða ferðinni og ég opnaði með honum eða fyrir hann svona lítinn hamborgarastað sem heitir Vinnís, þar fekk ég að ráða öllu og þar einhvern veginn kviknaði sko áhugin á hamborgurum að því að fram að þessum tíma þá hafði ég mig, frá því ég kláraði þeirra háskóla í Ameríku, þá hafði draumurinn alltaf verið að opna svona steikhús, svona huggulegt steikhús með alls konar en þannig að þegar ég beður að gera hamborgarastað þá svona fannst mér það að vera svona bara hliðarverkefni sem að ég myndi bara svona gera akkurat að því að það hefði ekkert annað í boði sko, mér stóð ekki til margar mikil vinna því að ég var búin að svolítið að klúðra ferlinum sko hana með því að byrja að drekka aftur en þegar ég opna svona þennan vinnistað með Þóri að þá einhvern veginn bara opnuðust augum mig fyrir það að hamborgarar eru æðislegir og ég semst opna þá þannig að tóma hamborgara sem að á 16 mánuðum þá opnaði ég segi ég er náttúrulega enga veginn ég var með meðeigandi á Grindavík Sigurður Ólafsson sem var byggingaverktaki sem var náttúrulega sáum allar framkvæmdir og ég var sambúð með konu Helgu Bjarnadóttir sem náttúrulega vann þarna eins og þræll raunverulega og ég var bara svona einhvern veginn upp á punt en þó ég náttúrulega var að gera alls konar og eins og Jón Þorláksson útgerðarmaður og fyrirverandi forsætisráðherra sagði starf mitt ævina hefur verið að láta aðra vinna verkin þannig að ég svona, þú veist, var svona maðurinn á baku þetta og þegar ég segi ég opnaði þetta, ég gerði hitt þá er það sko mikil samvinna ég er ekki spurning sko, það er bara haugur af fólki sem kemur að þess og stendur með manni eins og klettur. En nú er ég 24 ára og ég hef aldrei séð neitt tengt tommaborgurum. Hversu stórt var þetta? Hversu margir staðir voru þetta? Sko þegar ég á 16 mánuðum opnaði 6 tommahamborgara og svo var opnaður staður niður í Skipholti eða Brautarholti annarkvort það sem heiti Potturinn og pannan og það gerði ég í samstarfi við Úlfar Eysteinsson og Sigurð Sumarleðsson sem að Úlfar er nú með 3 frakkar hjá Úlfari í Þingholtum, þekktur veitingamaður og það var svona fyrsti alvöru salatbar á Íslandi. Þessi staður, hann var bara þetta var sko staður, þetta var svona fjölskyldu staður Reykjavíkur í mörg ár, það var alveg klikkað að gera þar. Potturinn og pannan? Já. Hann stendur þarna enn? Já, hann stendur enn en hann er ekki svipur á sjón sko. Nú er það? Hann var alveg, þetta var engu líkt að koma hann upp af sko. Og fá sér gott salat? Já, það var salati fylgdi með öllum réttunum sko. Þannig að þú komst og férst þér fisk og franskar eða lambalæri berne sem var nú einn af vinsalasti rétturinn á seðlunum sko. Og þá fyrstu salatið sko, salatbarinn innifælin þannig að þú gæst farið í salatbarinn með ást að býða til matnum þannig að og svo voru bara marga tegundur á brauði og það var alls konar þetta mjög svona, það er ekki stór staður tók kannski 55-60 manns í sæti mestarlagi, en við vorum ofta að selja 300-500 mat á dag sko. Síðan kom fyrirsögn sem ástóð hvernig hafði Tommi efni á bensinum? Já Kannastu við hana? Já, maður lifandi ég keypti þarna sko þegar ég sko bara sko Tomma hamborgarar opna 14. mars og það er bara lígin líkast, það bara fyllist húsi og það eru 1000 daga meðaldali og ég bara og sko máli var að ég bjó á skrifstofunni sko í orðsins fyllstu merkingu, ég og Helga við sváum á skrifstofunni í 8 mánuði eftir við opnum tómaborgara. Á Grensásvík? Já, áttu bara heima þar, já.
og hérna þannig að kostnaður var algjörlega í lágmarki það var, þú veist, þannig að tekið afgangur var mjög mikill og ég hefði látið mig dreyma það eignast Benz Áður en nú keyptu þér íbúð bara almennt að eignast nýjan Benz og svo einhvern veginn ákvæði það að ég myndi fá mig Benz sem að myndi hérna þannig ég fekk Benzin afhendan 5 mánuðum eftir að við opnum tómaborgara þá köpi ég splungu nýjan Benz 280 SE og það komu 3 til landsins 1 fyrir kínverska sendiráðið 1 fyrir Björgu Vilmundarsson sem var yfir bankastjóri í Landsbankanum og 1 fyrir mig Tomma og Tómaborgur já og minn var rángflottastur þeir sögðu gárungarnir það var nú kannski svolítið frjálslega að fara með staðrendir að það var svona listi af auka hlutin sem að menn gáttu pantað og ég hefði bara gert svona stórt svona merki og satt bara að fá allt en það var nú ekki alveg rétt en ég fekk hansi mikið. En var innkoman slík? Gekk þetta svona vel með Tómaborgara? Ekkert mál. Það var bara, ég keypti 3 nýjar Hondur haustið og lit starfsfólki það. Þetta var engu líkt sko. En svo komu mistökin. Svo opnaði ég á 16 mánuðum þá opnaði ég sko sem sagt eins og ég segi 6 tóma hamborgara pottin og pönnuna sem ég átti náttúrulega samstarfi við Úlfar og Sigga og svo gerði ég mína prívat kröfluvirkjun sem var vilti drillti villi það var svona skemmtistaði við Skúlagötu sem var ekki opinn einhverja 6 mánuði en það kostaði meira inn í þetta vilta drillta villa heldur en alla tóma hamborgara staðrandi samans Þarna voru menn að fara svolítið fram úr sér heldur betur sko mér láð svo á að því ég hafði verið í festi og ég sá það að það var engin staður í Reykjavík sem að krakkar á aldrinu 16 ára gáttu fara að skemmta sér þannig ég sagði að það hlýtur að vera grundvöllur fyrir því að vera með svona skemmtistað fyrir unga fólki sem bara það má ekki fara inn á umveitingastæðina fyrir 18 ára þannig að einhverstað verður þetta 15 og 16 ára fólk að fara þannig ég opnaði þennan stað og ég þeirri trú að það sé markaði fyrir þetta og þá voru sko en svipuðum tíma þá opnuðu Þórskafi og Sigtún og eitthvað fleira skilur og allt einu bara er sveitaballabransinn sko hann deyr fljótlega og þessir viðvindingarstaði sem að áður hefðu bara verið með 18 ára eldri þeir voru farin að hleypa inn sko 15-16 ára 16-17 ára skilur þannig að ef að krakkarnir gáttu farið inn á viðvindingarstað fyrir 25 kall en það kostaði einhverja 100 kalla að fara inn á hinstaðina því að það var ekki til sölun, það var bara góðstykkir þannig að það var alveg ljóst fyrir að samkeppnin var mjög ósangjönd þannig að sá staður hann bara dó eftir 10 vikur Náðu aldrei inn flý Já, í 10 vikur var hann næðislegur en svo bara á einu mánuði það bara datta niður og varða engu og þetta var svona var að gjörsamlega að slega mig ég var að vera gjaldþrota út af þetta Og þetta vó sem sagt gegn öllum tekjunum sem voru að koma inn í gegnum hamborgarana? Já, svo hefði ég opnað í Keflavík og Hafnarfirði og hérna þannig að það var svona, það er ekki allt gull sem glóir Nei. Þannig að þó að væri ennþá mikið að gera á grensasveginum að þá svona tók svolítið í sko hinni staðinni tóku frá þannig að maður getur alltaf og horft í baksýnisspegilinu og sagt svona átti ég að gera það en ég gerði það ekki svona Hvar kemur síðan Hard Rock inn í þetta? Já, svo seldi ég sem sagt, tókst nú að selja tóma hamborgara fyrirverandi samstarfsfélögum mínum og þeir tóku við og þeir opnaði út all land og tíma voru 26 útsölustaðar og tóma hamborgara þannig að 26? Já, þetta var inn á alls konar bensínstöðum og mjög víða út land sko, þetta var tóma hamborgara þannig að þeir voru aktífur sko en ég sem sagt sel þeim þetta og svo verður það þannig að sumarið 1983 sem sagt 2,5 ára eftir að ég opna búluna tóma hamborgara og ári eftir að við opnum pott og pönnu þá förum við Úlfar í viku ferð til London og hérna með konundar okkar og þá sem sagt sé ég Hard Rock kaffi fyrsta skipti og það var bara eins og manni melti þegar ég sá Hard Rock þá sagði ég bara vá, þetta ætla ég að gera á Íslandi maður það var bara, ég fekk bara hugljómun
og ég hérna fór að spyrjast fyrir eigandan. Þá var mér sagt að hann var aldrei þarna, hann var bara einhverstort í heim að gera eitthvað, en svo sá ég að þeir ætla að fara að opna í New York, þannig ég fór að leita að þessum hardrockstað í New York sem að því að móðum mér bjóð þar, ég var stundum í New York og svo loksins fann ég þennan stað og loksins var búið að opna hann og þá hitti ég eigandan og ég var bara svo heppinn að hann hafði byggt hardrockcafé, það voru bara 3 hardrockstaðir í heiminum. Það var sem sagt í London, Los Angeles sem var fyrirrandi meðeigandi hans átti, Peter Morton og svo þessi hann í New York og þegar hann opnaði staðinn í New York þá hafði hann lent í sömu vandræðum og ég með grensásvegin að kostnaðurinn fór algjör úr böndunum, þannig að hann var svona svolítið áttaviltur og svona var ekki alveg kláraði hvernig þetta myndi allt saman fara þó að staðinn í London hefði gengið líginni líkast að þá einhvern veginn var hann svona eitthvað óráðinn með framhaldið, þannig að þegar ég kenn til hans og segist vera Tommi í Tommaborgur, mjög frægur í Íslandi þá segir hann og ég verið eitthvað dásama það sem hann að gera bæði í London og New York og þá segi ég við hann mér náttúrulega að opna hardrock á Íslandi og Það er þá 4. hardrockstaðurinn? Já, á þessu tímabili, en sko hann segir já, ok, ég veit nú ekkert Ísland, það aldrei koma ángað, en næst ég verið til London þá skal ég koma við og á þessum tíma því var ég búin að selja þetta var 84 í mars 84 þá var ég búin að selja Tomborgara og var í fríi og bjó í Los Angeles á þessum tíma, þannig að ég alltaf að hringja í ritarnas eftir þetta og spurja Ísak Tægrit, Ísak að fara til London og nei, hann ekki til London strax og svo eftir einhverja 2-3 vikur og þá segir hún, já, hann ætlar að fara núna á 15. næstu viku. Þannig þú varst alltaf að taka stöðuna hvort hann væri ekki örugglega að fara til London? Já, og svo loksins kemur að þessum 50 degi og þá panta far frá frá New York til Keflavíkur og svo áfram til London og ég flýg frá Los Angeles deginum áður og tilbúinn og býð eftir honum og hann alltaf koma klukkan 6 hann á í mig kom ekki verið 10 mínútur yfir 7 og ég láta að fara 8:30 og ég, þú veist, ég þekkti hann ekki neitt, ég hafði hitt hann tvisar í 5 mínútur í fyrra skipti og 10 mínútur í seinna skipti, þannig að fyrir mér var þetta svona bara eitthvað gúrú og þannig alltaf að segja það núna 40 árum síðar sko að þegar við erum konir, hann kemur á limósín að ná í mig og ég hafði aldrei komið upp í limósín á ævinni áður og hann skal segja þér leggur á stað og eftir svona 5 eða 7 mínútur þegar ég er búin að segja við hvað hann sé aðeinslegur alltaf og höfum eiginlega ekkert til að tala þá fer hann í vasan sinn og tekur svona lítið silfur sígarettuveski og opnar það og segir Do you mind if I smoke this no-name cigarette in the car? Það var hann að fá sér eina Jónu og ég náttúrulega edru á þessum tíma og ég hafði náttúrulega þú veist, bara, sko, sjálfsögðu, ég meina, ég gæti alveg lifið það að fengi sér Jónu og sem hann gerði og ég náttúrulega fekk mér ekki neitt en Bláedrú maður? Já, en svo bara sem sagt fer ég með hann til Íslands og við komum mótnin til og ég keyri hann eitthvað Ísland, Reykjavík, sýnir honum pott og pönnu og Tommaborgara og Salatbarinn? Og salatbarinn, fengum við löns þar og svo sýndi honum líka Gauk á Stöng að því Gauk á Stöng var þá til dæmis nýja opnaður og var að selja það sem hann kallað bjórlíki þá heldur þeir vodka út í pilsnir og kalluðu það bjórlíki það var svona byrjun á bjórmenningu og hann einhvern veginn sko við löpum með bæinn og hann var ekkert endur alltaf við hliðin á mér hann var kannski fyrir aftan mig eða til hliðar eða eitthvað og svo þegar við fórum heim eftir að fengið okkur hádegismat á pott og pönnu svona kannski 1:30 við erum náttúrulega að fara 5 til London þá fórum við heim í Heiðagerði sem bjóð þá og inn í stofu ég held upp á te hann fekk að fara á klósettið og svo setjumst við niður og hann horfir á mig og segir já, ég tók nú eftir því að það voru allir að horfa á þig þú veist að því að þegar vorum að labba bæinn þá svona var hann að fylgjast með mér sko ekki bara skoða staðina heldur svona reyna átt þess að því hver ég væri og hann tók eftir því að fólk virtist þekkja mig því að
alveg bara frá því að því þú spurðir áðan hvernig fólk hefði allt í einu akkur vissi svona margi hver þessi Tommi væri að þegar við opnum Tomma hamborgara þá bara var ég gripinn á loft einhvern veginn og það var bara í 2 ár, minnstakosti, jafnvel 3 ár sem að það var einhverju einustu viku eitthvað verið að skrifa mig eitthvað bara svona, ég var allt í einu bara einn af þessum gæjum á listanum sem var skrifað og kom reglulega í Samúel til dæmis, einlega hvert einasta Samúelblað, það var alltaf eitthvað tómanborgara og svo var skrifað eitthvað í slúðudálkunum og þú veist þannig að það var bara ég allt í einu var orðin svona fjölmiðla, ég var svona Kardashian eitthvað, skilurðu þú veist, það var að skrifa mig þó ég var ekki að gera neitt bara því ég sagði eitthvað eða bullaði skilurðu, þannig að hann einhvern veginn áttaðist á þessu og þannig heima hjá mér þennan eftirmiddag þá segir hann Tommy, you are a good man you will have the hard rock in Iceland þar með var það bara afgreitt mál þú veist, og þegar við opnuðum svo loksins 87 sem sagt þá rúmum 2 mánuðum setna 3 mánuðum setna þá voru Hard Rock í Reykjavík 10. Hard Rock staðar í heiminum núna eru 200 Já, ég farið á Hard Rock í Kambodíu sko. Já, það er svolítið ótrúlega að hugsa til þess að þarna voru bara einhverju 3 staðir sem voru til öllum stöðum í heiminum sko. Kambodíu, sko, þetta er komið út allt Þú kemur svolítið gaman að sjá hvernig þetta er gert þarna og nú eru svo margir í samskiptum gegnum netið en að heyra að þú hefur náð að opna Hard Rock og fengi leyfið fyrir Hard Rock með því að vera bara þrjóskur og kannski eins og þú segir hvatvís að vera bara að hringja í skrifstofuna og reyna að fá mannin til þess að millilenda í Keflavík á leiðin til London þú bara einhvern veginn komst þessu í gegn var bara lenskan svona á þessum tíma? Já, hún er ennþá svona Richard Branson segir Business opportunities is like a bus stop. There is one coming every 10 minutes. Og það er alltaf bara þú lítur í kringum þig og ert vakandi, gerir heimaðina þína, þá er alltaf viðskiptatækifæri út allt. Þú þarf bara semst einhvern veginn að fylgjast með og þú veist og svo taka áhættu og ég meina stundum gengur ekki og allt það. Þannig að þegar ég við opnum svo búlluna þá var ég búin að gera ansi margt ég var búin að opna Hótel Borg og kaffibrennsluna og skuggabarinn og grillhúsið og ég man ekki bara alls konar svona sem ég gerði og svo var ég búin að selja allt og ég held ég væri búin að klóra mig út úr öllum fjárhagsvandamálum þegar ég seldi sko hlutabréfin mín í borginni og einhvern veginn var svona ætlaði að fara að taka lífinu rólega þá 50 og eitthvað ára gamall en 30 ára gamall já en svo komst ég að því ég var bara skítblankur og þurfti bara breytta upp ermanda til þess að klóra mig út úr rest Það var ekki samkvæmt plani? Nei, þannig að ég já það var bara tilviljun að einhver sagði okkur fer ekki að selja hamborgara og mér fannst það ekki vera í réttu framaldi af sko ferlinum skilurðu að því að Hótel Borg var og Hard Rock var náttúrulega sko, eitt flottasti staði sem hefur opnað á Íslandi ever og þannig að mér finnst einhvern veginn að fara að selja hamborgara ekki rétt framhald af mínum ferli en þegar fólk heyrði talað það þá sperrtu menn eyrun og fannst það spennandi og þannig að það verður úr einhvern veginn að ég tek á leigu þetta litla hús þarna við Geirsgötuna þarna við höfnina sem hafði staðið autt í 5 ár því að viðskiptin í því húsi dóu þegar hafnaframkvæmdir fóru inn í Sundahöfn þetta hafði verið kaffihús áður og hafnarviktin svo kalluð. Þú ert að tala húsið þar sem að búlan er í dag? Já, hérna á Geirsgötunni, já. Og þar var kaffi Skeifan og var lítið svona kaffihús með 30 sætum og öðrum meginn í húsinu var hafnarviktin og þar var kall svona sem að skrifaði niður þyngdin á bílun sem fóru á svona stóra vikt sem var hérna fyrir utan. En þetta kaffihús, það var sko svo vinsælt að klukkan 8 á morgnana þá voru 200 manns búin að drekka kaffi og fá sér rúnstykki í morgunmat. Svo fer all starfsemi hafnarinnar inn í Sundahöfn bara og þá deyr þetta svæði og kaffihúsið á bara rúma ári
og síðan þá höfðu einu 10 aðilar reynt að vera með einhvern rekstur hana en aldrei komið með neitt sem passaði sko í umhverfið og svæði var dautt þannig viðskiptulega séð. Þannig að þegar ég kem þarna þá húsið búið að standa autt í 5 ár og var orðið fókeldi, það var svona hugmyndur að breyta þið bara í svona biðstofu fyrir hvalaskoðun og jafnvel hafði hafnarstjóri svona haft orð á því að þetta bara að rífa kofan eins og hann sagði við mig, ég nú bara að vilja láta rífa kofan, þetta náttúrulega fallegast hús bæjarins en það verður einhvern veginn úr að ég tek þetta á leigu. Og þú ert að fara svolítið í áhættuna þarna aftur eins og þú gerði með grensásvegin og velja svona áhættur samt húsnæði en það spert allir upp eyrun og eina auglýsingin sko, sem ég setti upp áður ég opnaði Hamborgarbúlu Tómasar sem opnaði 10. apríl 2004 ég setti bara svona að 2 plaggat í gluggan og sagði hérna ætla Tómas Tómasson í Tóma Hamborgarum að opna hamborgarstað og þetta plaggat ennþá hana upp á veggangstar og maður getur séð það að maður skoðið vel sko. Mikið hljómar þessi markaðsfræði á þessum tíma einföld. Já. En þú varst nú samt eins og með Hard Rock, ég veit að þú stökkst í teygjustökki til þess að vekja athygli á staðnum sem var að opna. Það var algjör tilviljun sko ég hafði séð teygjustökk tilsýndar niður á Flórida í Orlando. Já. Fannst það mjög svona djart og svona heillandi að stökka hérna úr 100 metra hæðið eitthvað, alltaf ekki 100 metra en svona allavega mjög hátt og svo bara er Hard Rock Café að halda upp á 5 ára afmæli 23. júlí 2002 þá vill svo til og það algjör tilviljun að það einhverju náungar sem eru búin að fá vana teygjustökkvara til þess að koma með græjur og að fara að setja þetta í gang fyrir sumarið og ég gat einhvern veginn sko samfartaði það að fyrsta stökkið yrði á 5 ára afmæli Hard Rock og ég yrði fyrsti maður til að stökkva á 5 ára afmæli? Já, þetta var ekki við opnunum? Nei, þetta var 5 ára afmæli Hard Rock Café og ég hafði aldrei stokkið áður og það hafði aldrei verið stokkið á Íslandi þannig að og ég var svo heppinn, það var alveg opbóðslega gott veður hennan dag og ég man alltaf eftir því þegar ég þegar verið að gera græðuna klárar á morgninum og ég horfið svona upp í loftið og ég segi, vá, ég fara þarna upp og stökkva niður, mér hylti við tilhugsuninni en það var búið að auglýsa þetta þannig að það var ekki aftur snúið svo ég sagði við gæjan sem var að gera græðuna klárar nú stekkur þú 1 stökk bara til þess að ég sjáu hvernig þú gerir þetta og hann fer í liftinu upp og ég sé nákvæmlega hvernig hann gerir það og svo þegar ég kemur röðuna mér það var svona klukkan 3 daginn eða eitthvað þá voru, þeir segja að það hefur verið 10.000 manns á svæðinu því við vorum með hljómleika í leiðinni 8 hljómsveitir sem spiluðu þarna fyrir utan og allt á fullu og tilboð í gangi og grill og ég veit ekki hvað og svo kemur röðuna mér að stökkva og það var að spila Helgi Björns var að spila mitt með SS Soul og hann spilaði Start Me Up með Rolling Stones eða Rolling Stones lagði Start Me Up og þegar ég er að fara í liftinu upp og hafði aldrei gert þetta áður og ég fjarlægist alltaf í jörðina meira og meira þá óskaði ég þess að ég geti bara farið niður með liftinu aftur en það voru þarna 10.000 manns að horfa svo ég bara lokaði augunum og svo lét ég bara gæjan sem var hérna fyrir aftan mig sem stjórnaði þessu ég lét hann bara stjórna þessu og svo ítti hann mig bara út úr pallinu sko og svo var þetta ekkert mál og svo bara voru allir fannir að stökka bara að maður vissi af það var þetta bara piece of cake sko. En það er ekki að furða að fólk vissi hver þú varst fyrst að þú ert þarna veitingamaður að opna veitingastað og reka veitingastæði og þú ert stökkandi í teygjustökki fyrir framann staðinn með tónleika í gangi og hljómsveitir að spila og þetta var og lést alveg ber á þér. Já, ég heldur betur sko, þetta var svakalega upp að koma en það var svolítið gaman að segja frá því að árinu áður þá hafði Steve Wozniak sá sem að stofnaði Apple með Steve Jobs hann hafði komið til Íslands árinu áður sagt, hann kom í byrjun nóvember 1991 bara með konunni sinni og var rosalega ánæður, hann keypti alveg hölling af alls konni Hard Rock dóti, hann var á ferðalagi heiminn að skoða Hard Rock Café og
og hérna hann kemur til okkar og hérna þarna og sonur minn sem var stjórnað Hard Rock Café þessum tíma, hann verður svona málkunnur honum og svo þannig að þegar Hard Rock Café verður 5 ára þá bara þann dag að morgni til hringt í okkur frá Hótel Holt, það sagt að hér sé staður maður hérna, sem að vildi endilega koma á Hard Rock Café hvort það sé einhver leið, þá var það Steve Wozniak og hann var hérna þá bara að ferð með vinnur sínum, þau voru 8 saman og við hérna, ég var með skrifstofu hérna í turninum í Kringlunni og þannig að það voru svalir og Steve Wozniak var þar og horfði á hljónuleikana og horfði á mig stökkva í teyjunni og var hérna bara í góðu yfirleitt og við höfum bara eina þjónustustúlku sem gerði ekkert annað en að þjóna þessu fólki að því að við vorum svo mótnir að hafa Steve Wozniak. Horfði Steve Wozniak á þig stökkva úr teyjustökkinu? Já, ekki bara það. Hann kom til Ingvar svona minns þegar ég var búin að stökkva og sagði, veistu það, mér alltaf langar til að stökkva í teyju, má ég stökkva? Nei. Og Steve Wozniak, hann var annar maðurinn til að stökkva í teyju stökkja á Íslandi. Fyrir utan Hard Rock? Já, fyrir utan Hard Rock Café. Og þetta var svona þetta var ótrúlega sko þetta mögnuð saga og meira sér sko, hann var svo ánæður sko, þetta er 1992 að jólin að þá hérna fær sonur með hringingu frá fyrirtæki sem Jónar heitir það sér að innflutning fyrir svona tollskýslur og svoleiðis og hérna stúlkan sem hafði oft síðan að hjálpa okkur að flytja inn svona smottir í, hún segir, heyrðu Yngvi sonur minni heitir Yngvi hún segir, heyrðu, tölvan er tilbúin og Yngvi segir, tölvan er tilbúin við ekki einhver miskilningur í gangi nei, hérna tölva, búið að borga tollin og allt þá sendi Wozniak honum sko splungu nýja laptop tölvu sem var að koma á markaðin og kostaði þá $5,000 sko, þetta var alveg bara sko þessa tölvu sem þú myndi þarna, hún var sko miklu klossaður og stærri og allt það en á þeim tíma var þetta aðal talvan í bænum sko, þannig að hann fekk hann að gefins bara sér svona sem þakklæti fyrir góða móttökur í hérna á Hard Rock í Reykjavík. Magnað. En hérna með skrifstofunum sem varst með á turninum í Kringlunni, ég heyrði að þú hafi líka eins og með Tómaborgar og Grensásvegi, ég heyrði að þú hafi gist svolítið þar líka í Kringlunni. Já, ég bjóðar kannski, það var eftir skildi við Helgu, það var bjóðið þar kannski einhverja mánuði, bara því að þetta var við vorum alla hæðina og við þurftum ekki að nota hana með helmingin af henni. Og áttur svarta binda á þeim tíma? Já, ég var náttúrulega skilin við konuna og svona var svona mér fannst það bara tilvalið að nota húsnæði til þess að vera þarna og svo sérstaklega svo fór ég bara fljótlega að búa með annari konu og þannig að þá var ég þar ekki það lengi sko. Það var ekki boðlegt að fara á skrifstofan? Nei, það er svona en það gengur svo saga til dæmis mig í London sem er ekki rétt en hún gengur og ég get ekki breytt henni að ástæðan fyrir því að McDonald's hafi lokað á Íslandi var að því að ég opnaði búluna. Já, þú ert nú ekki að reyna að réttlæta þá sögur. Nei, ég get ekkert sko, ég get sagt við viðkomandi það er ekki rétt, en hérna hann heyrði sögun einhvers staðar annar stað sem heyrði einhvers staðar annar stað, skilurðu, þannig að þetta er einhver saga sem er í loftinu og kemur stundum ef einhverjum menn að skrifa hérna búluna í London því að hún hefur fengið svona smá umfjöllun á samfélagsmiðlum og svona og þá er oft svona vitnað í þessa sögu. Já. Og þannig að þú veist að svona sögur geta spunnið upp á sig. En talandi McDonald's, fórst þú ekki á einhvers konar námskeið hjá McDonald's á sínum tíma? Jú, ég sko máli var að hérna að þegar átti að opna Kringluna þá var sko Pálmi Hagup og sonur hans Sigurður Gísli og Jón Pálmason þeir voru svona með honum og þeir ætluðu að opna Kringluna svona fyrsta shopping mall Íslands og þeir vildu hafa þar svona einhver þekkt fyrirtæki og þá var ég búin að vera með Tomma hamborgara í 2-3 ár og þeir fáið svo lóð og eru byrjað að teikna og skipuleggja og voru búin að gera ráð fyrir því að þarna er McDonald's og Jón Pálmason, bróðir Sigurðar Gísla hann átti að vera McDonald's maðurinn og þeir eru búin að fara út og gera samninga við McDonald's eða svona undirbúningssamninga og þeir höfðu mikið áhuga að koma og svo kom bara upp á kafinu að Jón, bróðir Sigurðar Gísla, hann var ekki McDonald's maður, hann hafði engan áhuga á því að standa og steikja hamborgara.
þannig að þeir allt inn eru konum með þarna svona samningsferli í gangi en vantaði mannin til þess að fylgja því eftir, svo þeir höfðu sambandið mig og spurðu að því ég var búin að vera með tómaborgara og svona þeir höfðu Sigur Gíslaði komið mikið á tómaborgara í Grensvei, svo hann kallaði mig á fund og segir mér þessa sögu og spyr hvort að ég hefði áhuga á því að opna McDonald's í Kringlunni þegar hún myndi opna og mér fannst þetta mikil heiður og ég sagði ég hefði mikil áhuga á því og ég fór í einhver viðtöl og gekk í gegnum mikil hreinsunareld og þurfti að sanna tilveru rétt minn og sína fram á það að ég hefði burði til þess að opna staðinn og í því hvað sem endaði með því að ég fór síðan í 5 vikna þjálfun hjá McDonald's í Santa Monica í Los Angeles og þetta var í mars-apríl 1985 en í þessari þjálfun þá komst ég að því og áttaði mig á að ég var ekki McDonald's maður, ég var þá búin að hitta Ísak Tægrit og hann var búin að við vorum búin að skrifa undir nafnlegu samning fyrir Ísland og Hard Rock og svoleiðis og ég hefði átt að velja á milli hvort ég myndi bara gera McDonald's eða Hard Rock að þá einhvern veginn var Hard Rock ofan á en ég var svona einhvern veginn komin í samstarf við Kringluna og Hagkaup en þegar ég fer til þeirra og segja að ég sé ekki eins spenntu fyrir Hard Rock og ég hafði verið í upphafi hvort að þeir gætu hugsa sér að ég setti Hard Rock í staðin fyrir McDonald's. Þú varst ekki spennt fyrir McDonald's? Já, ég var ekki spennt fyrir McDonald's og ég hafði verið þarna þegar ég fór í þjálfununa en ég hefði ég þekkti þið vel til í Hard Rock og ég spurði hvort þeir hefðu áhuga á því að setja Hard Rock í Kringluna og það lifnaði svoleiðis yfir en því ekki Sigur Gísli var með annan hótinn í London og hann hafði mörgur sinni komið á Hard Rock og honum fannst það og það var náttúrulega miklu meira spennandi að setja Hard Rock í Kringluna heldur en McDonald's. Var ekki allt lagt í þetta? Ég get sagt þér það að ef ég ætti að framreikna kostnaðin á því sem það kostaði fyrir mig að opna Hard Rock þannig að því ég gerði það 23. júlí 87 í nútíma peningum bara ef ég væri núna að opna dyrnar og það hefði kostað að sama og kostaði með að við gildi peningar í dag þá að því ég keypti húsnæði 540 fermetra það inn í pakkanum og öll þjálfunin og allt heila drastlýsi, allt sem ég gerði það kostaði 1,2 milljarða. Já. Þetta eins fáránlegt og það getur verið það að opna veitingastað sem kostar meira en 300 milljónir það fáránlegt en þetta fáránleikin uppmálaður Var ædoli ekki hans Kallabjarna inn í þessu verðið? Voruð ekki með hann hangandi þarna upp á einhvern tíma? Það var eftir mína tíð. Það var eftir þína tíð? Já. Það hefur nú verið einhver summa sem hefur kostað að fá hann. Já. Hvað voruð þið með hangandi þarna uppi? Var ekki einhverjar rosalegar flíkur og munir frá utan á heimi? Já, þeir Hard Rock lánaði mér alveg haug af rosalega flottum hlutum. Já, þeir náttúrulega útvega það líka. Já, þetta kom bara í gám, bara alveg reynd bara gítarar, bara fleiri tugir gítara og trommur og myndir og málverk og föt og Elton John og einhver galli sem hann hafði verið í, Mad Hatter gallinn hans Elton John var hann og það var hérna bara á einhendar áriðanum bítlana og ég veit ekki hvað og hvað. En þú varst þarna svona reyndur úr viðskiptalífinu og fólk vissi hver þú varst eins og þú sagðir. Já. Var ekkert mál að vera með þína forsögu, búin að brenna einhverjar brýra bakið þér í drykkjunni og búin að snúa blaðinu við, var ekkert vandamála að koma þessu öllu í gang? Varst alltaf heiðarlegur í viðskiptum og reyna að gera þetta almennilega? Ég Tomma Hamborgara þegar þeir opnað þá náttúrulega opnust bara flóðgátt, skilur við það, því að Tomma Hamborgara gengur vel, þannig að það fenninu fljótt í snjó í sporin, þannig að ég var alveg og svo hafði ég opnað Sprengisand líka, þannig að það var eitt ævintýrið. Sprengisandur sem stendur núna? Já, ég byggði það hús. Já, ok. Þú bara sett svipiðin á borgin? Já, þannig að það var þannig til komi, ég sagði að ég var í Kvatvís. Já.
og þegar ég var í háskólanum í Ameríku þetta var svona bachelorsnám BS-próf í einhverjum hótel- og veitingarekstri þá átti ég að skrifa ritgerð í einhverju fæinu og ég skrifaði ritgerð staðsetningu fyrir besta staðsetningu á skyndibitastað á Íslandi var hornið á Bústaðavegi og Breiðholtsbrautinni það var akkurat þarna og svo ég komin heim og 1985 semst ég var búin að vera í Los Angeles ég var búin að selja tómaborgara og þetta var bara svona ég var ekki búin að gera Hard Rock samningin en það átti ekki að opna Hard Rock fyrir 87 þannig ég var einlega með 2 ár bara sem ég hafði ekkert að gera og þá kemur til minn náungi sem að heitir Sverrir Hermansson og hann segir, heyrðu, ég get fengið keypt þarna félagsemli Fáks sem hérna inn á Bústaðavegi, hérna á horninu Bústaðavegi og Breiðholtsbrautinni sem stóð þarna og það kostar 6 milljónir og ég bara tók ákvörðun bara svona, bara að kaupa þetta og gera þetta. Búin að gera ritgerðina þá? Já, og annað, ég var búin að vera í þjálfun hjá McDonald's og McDonald's, þeir höfðu sagt mér það meðal annars að frá því að þeir tóku við lóð og þangar til þeir voru búnir að opna stað á lóðinni það tæki það yfirleitt 3 mánuði það var svona viðmiðunin svo ég tek við þessu 20. Júní 1985 og þá stóð þarna hús sem ég held ég geti jafnvel flutt bara og selta eða eitthvað en það endanum við því að það var bara rifið 20. júní teki við húsinu og ég segi bara Hraustur, ég ætla að opna annan nóvember og það var bara farið á fullt og ég held að þetta myndi kosta 20-25 milljónir að byggja húsið og gera allt rastlið blessa þetta fór yfir 50 milljónir og ég opnaði annan nóvember það vantaði ekki en ég var að selja sömu borgarna ég hafði selgt á tóma hamborgarum þannig að þegar fólk kom þá var ekkert nýtt ég var að selja kjúklinga sem voru svona Kentucky wannabe þeir voru góðir en Kentucky var betri og eina sem var raunverulega nýtt þarna sem að skipti þegar upp á staðið engu máli ég var með súkkulaðbita smákökur sem voru vinsalar í Ameríku ég held að allir myndi vera vitlausir súkkulaðbita smákökur sem kom í ljós og það voru bara að selja kannski svona 10 kökur á dag eitthvað svo það skipti engu máli þannig að þegar við opnum eftir öll lætin og fólk horfði bara á húsi spretta bara eins og gorkúlu þarna upp og það var flugveldasýning deginum áður og það var allt á fullu og það var bara klikkað að gera fyrsta dagana en svo þegar fólki kom starfsfólki hafði ekki fengið þjálfun því að lása á að opna iðnamenninni voru alltaf fyrir þannig að við gátum ekki þjálfa staffi þannig að við vorum með fullt af starfsfólki sem allir vildu vinna en þjálfunum var ekki til staðar bara ég og Helga og Úlfar sem var með mér í þessu þannig að bara eftir viku og 10 daga þá var bara í staðin fyrir að fara upp eins og ég á tómaborgunum þá var bara niður og áður ég vissi af þá kom í ljós að það kostaði 50 milljónir og það bara sögðu allir sem ég leitaði ráða hjá 5 mismunandi svona fjármála sérfræðingum bæði lögfræðingar og viðskiptafræðingar og menn svona sem sérhæðu sig í því að semja skuldi fyrir fólk þeir sögðu allir annað hvort ferðu í greiðslustöðvun eða ferðu í gjaldþrot strax og ég sagði ég að fara að opna Hard Rock kaffi eftir 2 ár ég ætla ekki að fara í gjaldþrot þá opnaði ég aldrei Hard Rock af því að Hard Rock var svona einhvern veginn mesta viðurkenning sem ég hefði fengið í lífinu þegar ég var valinn sem Hard Rock maður þannig að ég og Helga við fluttum bara inn á skrifstofun aftur og byggum í 13 mánuði það var róin lífróður bara þú veist og það var og ég lærði svolítið svona mikilvægt triks að skuldirna voru náttúrulega geigvænlegar og ég fekk einhvern mann þarna sem hafði sérhæft sig að hjálpa fólki að vinna sig út úr erfið málum hann var hann í 3 daga og gerði einhverja greiðslu áætlun og kom til mér og sagði ég treysti mér ekki í þetta
og svo var önnur manneski sem hafði niður bókaldi og ég held að hún var svolítið klár og hún sagði, ég get ekki. Þá fekk ég stelpu sem var að vinna með mér svona til hliðar sem var hérna innanúrsarkitekt og hún hafði farið í Vestló en hún vissi ekkert svona mikið peningamál og svoleiðis og hún bara trúði því ég gæti þetta og ég réði hann í vinnu og við komumst á því í svona sammenningu að við gátum klórað okkur út úr hérna hverjum degi fyrir sig sko, þú veist, það var sem sagt þannig að dagar eru það vikur eru mánuðum, mánuður árum og svo fór ég á stað með hérna, einhverja uppákomur hérna í Sprengisandi, ég man að hérna í janúar þá fekk ég bréf send frá Guðbergi Auðunsinni sem var auglýsingateiknari og hafði verið söngvari og svona náungi sem hafði hugmyndir og hann sendi mér skal ég segja bréf svona bara í posti og í bréfinu var svona lítill miði og á honum var svona hringur og þar stóð ég og svo var mynda fíl og svo Sprengisand og ég horfði lengi á þetta og skildi ekkert í það var allt í henni, heyrðu ég fíla Sprengisand auðvitað og ég fór á stað hann í mars með eitthvað fílakarmur máluð á Sprengisandi, það var allir fílakarmur og ég málaði þetta stort svona skilti utan á hesthúsin sem voru við hliðina á ég fíla Sprengisand og þú veist og svo en það sem skeður á Sprengisandi svo var mér til lífs að ég aðtöða það, ég er raunverulega gjaldþrota og ég er samt að reka staðinn og ég ætla að opna Hard Rock og það sem var mér til lífs var það að þegar ég var með hérna Vilda Trillta Villa þá hefði ég keypt svona eftirlíkingu af Benz 1929 sem heitir Gazella og er svona blæjubíl og hann hafði verið í andirinn og Vilda Trillta Villa þetta var bíl á númerum og allt og var rosa flottur og maður sá hann svona tilsýndar og hann stóð inn í bílskur heima á mér og ég hafði ekkert við hann að gera, það var ekki gaman að keyra hann en hann var rosa flottur þú sást hann og ég fór á stað í maí með 10 vikna spurningakeppni sem tengdist Trivial Pursuit þá var Trivial Pursuit nýkom á markað og í hverri viku voru dregnar út sjónvörp og utanlandsferðir og kannski 50 eða 100 gjafamiðar og alls konar skiluru en svo í enda júlí þá kom rúsinan í pilsuendanum bíllinn var aðalvinningurinn og gafst hann ég gaf bílinn í keppnina og þú veist það var mynda honum og öll blöðin og við þetta þá fór bara allt í gang og áðurinn ég vissi að var Sprengisandur fann að selja jafn mikið á Tomahambúr höfðu selt skilur og áðurinn ég vissi að var ég búin að opna Hard Rock kaffi líka ég meina þú veist þetta er svo þú veist ef þú myndir setja þetta niður í Excel þá færðu sko bara mínus ekkert nema mínus og bull og vitleysu en ef þú trúir í þú getur þetta þá einhvern veginn getur það þú veist, ég meina ég var svo blankur hann í Sprengisandi að vinur minn sem að þekkti svolítið til í ég segi ekki undir heimunum en hann þekkti til í svona þessum heimi það sem menn er að lána peninga fyrir sko, kallar okurlánarar ég senda hann einu sinni með 100.000 krónur ávísanir þetta var 1.000.000 krónur til þess að selja og þá vissi ég þetta borga háa vexti og ég var alveg til í það mér vantar svo mikið pening hann fer og tala við þessa skarfa sem að þekktu og þetta voru svona menn sem voru kölluðu nú ekki allt ömmu sína og voru að taka alveg rosalega vexti þetta er bara jafn hátt og smálána í dag skilur þetta bara út í hött heyrðu, hann seldi 2 ávísanir og kom með 150 skall tilbaka og 8 ávísanir sem hann gæti ekki selt ég var svo móðgaður að Tommy Tómamorgunum geti ekki selt 10 skitnara 100 svona ávísanir að ég tók peningana þeir voru í teygju sett á henni skúfu og ég man ekki hvað ég gerði við ávísanir ég hendi þeim bara því það voru náttúrulega ónýndar en alltaf þegar ég var sem blangastur og vissi ekkert hvernig ég ætti að klóra mig út úr deginum þá opnaði ég skúfuna, tók upp búntið og horfði á það og setti það niður aftur og þú veist þú svo ná saman einhvern veginn þá losnaði þetta og allt í einu bara er ég búin að opna Hard Rock kaffi sem að kostaði með peningan í dag 1,2 milljarða skilur sama tíma og ég er að reka Sprengisand sem að var í raunverulega fór sko 150% fram úr kostnaðaráætlun og öll viðskipti voru bara steindauð eftir fyrstu 2 mánuðina þú veist ég meina þetta er bara aðri máttur
Hvernig var eiginlega þegar einhver segir svona sko að ég var nálægt gjaldþroti og síðan náðum maður að klóra sig úr þessu og allt fór á besta veg svona þegar maður lítur tilbaka. Hvernig var eiginlega bara andleg heilsa hjá þér og meðan þessu stóð? Varst alveg bara að vakna á hverju morgni og klára í slaginn og tilbúin að krafsa þau upp úr gjaldþrotinu á hverjum degi fyrir sig? Já, ég einhvern veginn trúði því að ég gæti þetta og þetta væri betra en það var. Ég áttaði ekki á því hversu slæmt þetta var. Það var kannski bara fyrir bestu. Já, og allir sem voru að vinna með mér, þeir sá að ég var alltaf í góðum gír og ég stóð bara og steikti og Helga var hérna og hún steikti og gerði allt sem það að gera og einhvern veginn bara, já, af því að fyrst að við vorum alveg rólega, þá voru allir hinn rólegir og svo já, ég var nú svo heppinn, sko, svo opnaði ég Hard Rock Café og það var það, sko, sem sagt, svona, fór svona gjörsan úr böndunum, allur kostnaði við það. En það var brjálað að gera á Hard Rock Café. Og þannig að svona veltan kannski var svona, gerði það verkum að ég hafði peninga milli handana og gæti svona klóra mútur þessu og svo leiðis. Og hagkvæmsmenn voru mjög ánægð með hvað Hard Rock var flott. Og Hard Rock var æðislega flott. Það var bara, með sko, þú veist, það var bara, menn komu inn og þau bara átt ekki orð en skal ég segja þér já svo var það þannig að áður en við opnum Hard Rock eða kannski 2 mánuðum áður þá stóð til að vera með svona eins og var reyndar gert það var opnað svona skyndibita torg við hliðin á Hard Rock Café sem var kallað Kvikk. Það voru 5 svona litlir staðir. Það var svona þetta var byrjun á stjörnutorgi sem upp á annar en núna. Þá var þetta við hliðin á Hard Rock Café. Það sem núna einhver fatabúður eða eitthvað. Líklega. Já, sem sagt, núna Djóan Djúsa sem Hard Rock var og við hliðin á einhverja fatabúður. Nema hvað þarna voru pláss fyrir 5 skyndibitastæði. Og málið var að þengi ekki illa að selja þetta og þengi ekki mjög illa að selja fyrsta árið, gekk illa að selja og fá inn sko kaupmenn til þess að vera í kringlunni því að vissi enginn hvað þetta var. Moll var eitthvað sem fólk þekkti ekki. Þannig að það verður úr að ég kaupi þetta svæði sem að skyndibitastaðir á að vera á og en svo þegar framlega stundir þá kom í ljós að ég réði ekki við það svo það gekk tilbaka og þá voru þeir í vandræði með hvað þeir ætlaðu að gera þarna hagkvæmsmenn þannig að þeir fengu Skúla Þorvaldsson sem var á Hótel Holt sem var mjög þekktur þá í viðskiptalífinu og þeir fengu Vífilfell og sjálfur sem settu saman einhvern pakka og gerðu þetta bara sjálfur nema hvað að það hefði spurst áður að ég hefði verið með þetta svæði og ætlaði að gera eitthvað en fólk þekkti ekki söguna það bara hefði eitthvað heyrt að ég hefði keypt eitthvað og nú var ég Hagkaup og Skúli og Vífurhell komin inn í þetta þannig að það er slúðurblað sem gefið út vikulega sem hét fréttatíminn eða nei, ekki það hét annarkvæmt ný vikutíðindi eða það var eitthvað sem blöður sem að á þessum tíma kom út einu sinni í viku á föstudögum og það voru bara ekkert nema slúður og það kemur á baksíðunni bara kannski 5 vikum eftir að við opnum Hard Rock Café það kemur á baksíðunni svona lítill dálkur sem stendur Tommi á ekki Hard Rock það Vífilfell Hagkaup og Hótel Holt sem eiga Hagkaup sem eiga Hard Rock Café Það var nú farið fyrir brjóstaður Nei, þetta bjargaði mér Nú? Ég skuldaði svo mikið en menn héldu bara að þetta væri sannleikurinn og þeir leyfðu mér að skulda vitandi það að þessi stóru aðilar rættu þetta raunverulega og ég var bara frontunum fyrir þá sem var ekki nér þannig að ég var leiðrið til þetta sko ekki og þetta var mér til lífs að einhver blaðamaður, hann kannaði ekki sko betur fréttina en það að þetta var bara vitleysa sem að sagði sko Magnaði að heyra að einhver svona smá fréttamiðill og blað getur komið út og haft svona mikil áhrif á stöðu mála Já, ég heldur betur og þetta voru ekki nema kannski svona þetta var einstálka á baksíðunni við hliðina á einhverju stóri mynd sko
og þetta hafa verið kannski svona, já, ef það hafi verið 10 línur þá er ég hissa ég þarf einhvern veginn að finna hérna þessa frétt og bara innra manna sko. Mikilvæg frétt í þínu viðskiptaferð. Ekki spurning, hún gjörsamlega bjargaði mér því að fyrir viki að þá treystu allir og hérna og ég fekk bara lán og eða fekk greiðslufresti og gæti endurnýjað og hérna bara, þú veist, bara lífið bara gekk bara vel. Magnað. Þú ert þarna búin að opna skemmtistað, veitingastað, kaffihús og hótel. Og síðan kemur að því að það sem þegar upp er staðið, þá er það hamborgarastaður sem verður síðan fyrir valinu. Mennur það búllan? Búllan, já, það var svona kannski eina sem ég svona hafði bólmagni að gera. Já, þú áttir sárt að binda þegar að þú ræðst í það að opna búlluna. Þú varst fátækari en þú hélst. Já, ég var svo blankur að ég var með síma, GSM síma sem ég sko borgaði fyrirfram til þess að þetta eiga inneign og ég var svo blankur að það var það sem að vakti mig til umhugsunar að einu sinni átti ég ekki inneign og ég þurfti að fara inn á 3 bankareikninga til þess að finna samtals 500 krónur til þess að setja inn á síman og þá sagði ég sjálf að nú verði ég eitthvað að fara að gera í málunum sko. Og það var bara að leita aftur í það sem að gekk svona vel til að byrja með. Já, það endaði með því, og að því að, þú veist, þegar fólk heyrði að ég ætla að fara að selja hambúrgar aftur, þá bara, þá var ég bara hambúrgarmassa. Og þú opnar þarna á Geirsgötu, eins og vorum að tala áðan. Já. Og þar er rosalega allavega stemmingin á búllunni eins og ég þekki hana, og ég veit ekki hvort það hafi alltaf verið þannig, en það er rosa svona heimilislegt. Og það hanga upp í plaggut af gömlu myndum og hljómsveitum og hambúrgarnir er bornir fram í körfum. Já. Og svona svolítið, já, ég má segja, bara svona svolítið gamlar og heimilislegar innréttingar. Já. Var alltaf lagt upp með það alveg frá byrjun? Já, það var sko, þegar ég opnaði á sínum tíma kaffibrensluna niður í Póstustræti, þá var hún opnuð og þegar fólk kom inn þá hafði það tilfinningun hún hefði verið þarna í 20 ár. Já. Og það meiningi var að gera sama við hana búluna að það var allt saman sko bæði átti engan pening þannig ég þurfti að nota allt sem ég gat fundið bara úr gömlum geymslum. Já. Þannig að bæði tækin og stólarnir og allt þetta var allt saman margra ára gamalt eitthvað skilurðu. Þannig að sál í þessu. Já, þannig að þegar það opnaði þá heldur margir að sko jafnvel að þetta væri gamla kaffihúsi sem hefði verið þarna sko 30 árum áður. Af því að þú veist að það var svona partur af stemmingun að gera þetta þreytt og svona aldurslaust raunverulega. Og þú varst ekki að splæsa í rándýrt hljóðkerfi sem tók á móti gestum þegar komið? Nei, maður lifandi. Það var bara sko, ég manna fyrst ég sagði frá hljóðkerfinu á Tomma Hamburger sem kostaði 100.000 svo opnuðum við annan Tomma Hamburger stað bara 3 mánuðum setna í júní niður á Laugavegi og þá var hljóðkerfi sko, það var bara bílútvarp og lítill magnari og 2 hátalarar hálfdautt. Það var aldrei aftur í svona dýrt kerfi. Nei, það þurfti ekki meira sko, því þú veist, hitt var bara fyrir sjóið sko. Já. Ég sá í grein frá 2004 þegar búlan opnar á Geirsgötu. Þá var verið að skrifa lítið viðtal þetta, eða lítið viðtal við þig staðinn. Og þar stóð: þar verður hægt að fá einfalda og góða hambúrgara með góðu grænmeti og sósu og franskar og góðs með. En síðan verður bryddað upp á þeirri nýbreytni að leggja áherslu á gott cappuccino kaffi líka. Já. Var þetta áhersla hjá okkur? Nei, sko, máli var að Öddi sem er núna með búluna þarna niður frá, hann hafði unnið hjá mér á kaffibrenslunni og kaffibrennslan er svona opnuð 1996. Hún er svona í byrjun þessara kaffihúsa menninga sem er að fæðast á Íslandi á þessum tíma og við vorum rosalega vandir að virðingu okkar með espresso og cappuccino og Öddi var alveg snillingur í og er að búa til gott cappuccino og kaffi latte og svoleiðis og ég átti einhverstaðar vél sem að ég hefði keypt sem auka vél fyrir kaffibrenslunni eitthvað og hafði aldrei notuð þannig að við ákvaðum að setja þessa vél þarna inn og aðtók hvort að sko að því að fólk fer langa leiði til þess að fá sér gott kaffi en
þegar upp var staðið þá sem sagt sá fólk okkur bara sem hamborgarastað og þó að þeir sem fengu sér cappuccino væri ánæðir þá einhvern veginn kveiknaði aldrei á þeirri peru þannig að við vorum kannski að selja svona 3-5 bolla á dag Já, bara ekki neitt Nei, og undir ykkur aðra sjálfur Já. og svo byggum við til hérna settum við á matseðilinn hérna kaffisík sem var bara með einföldu espresso og hann nú einn besti kaffisíki sem ég smakka á æfinni Já, ég get verið sammála því og þannig að en cappuccino það náði aldrei neinu flugi og hérna og vilin hérna ennþá og þannig að þú fer niður til þá getur fengið gott cappuccino því að strákvættin hafa nú haft eitthvað tök á því að hérna að halda vitneskinu við sko með hvernig á ekki búið gott cappuccino Já, hver er galdurinn á bakvið búluna? Hvað er svona gott við þetta? Þetta eru bara hamborgarar en af hverju virkar þetta svona vel? Kannski einfaldleikin hefur eitthvað að segja og hérna og við steikjum sko eftir hendinni þetta svona cooked og order eins og sagt ef þú tekur McDonald's og Burger King sem viðmiðun sko þá eru þeir yfirleitt búin að steikja fyrirfram og þú kemur og hamburgarnir býða eftir þér skilur þannig að þeir eru alltaf sko orðin einhverja mínúna gamlir meðan okkar hamburgarar eru sko bara voru að koma á pönnunni einu leið og byrjar að borða þeir eru þú getur fengið á medium rare sem að hérna mjög margir sko vilja medium rare og þá eru þið blautir og fínir Hvað vilt þú? Ég er medium rare, ég borða bara ég borðaði fyrstu 12 árin 13 árin að borðaði ég einn hamborgar einasta degi alveg bara, þú veist, það bara datt ekki úr dagur sko Af hverju? og fyrst byrjaði það þannig að áður en við opnuðum á mótnana þá vildum við vera vissir það að hamborgari var í lagi svo við gerum smakk sem við köllum Já, svona geðaprófun Já, þá steiktum við einn og skárum hann í 4 bita og fengum okkur allir og vorum allir saman um það að þetta er gott og svo bara fattaði ég það fljótlega að ég var hann að hlakka til að hafa mér smakkið og það endaði bara með því að ég fekk mér alltaf einn á dag og svo bara hélt það áfram einn á dag og núna borðaði ég hamborgarinn minn er raunverulega bara kjöt og brauð og svo fæ ég mér svona eitthvað hamborgarasósu sem ég dýfi hamborgarum og onni svona annarkund bit eða eitthvað svona Já, hamborgarasósan, hver er getur þú sagt með hver hinn heilaga þrenningur? Hvernig hún er búin til? Já, það er majónis, sætt sinneb og tómatsósa og svo er barbecue krydd, hvítlauksduft og selleri salt Þetta er svo að hráefnin í sósun ykkur í hinna eiginlegu uppalegu tóma hamborgarasósu en núna er sem sagt svo sósa til upp á Höfða til dæmis og getur beðið hana sérstaklega en það sem við gerum við hamborgarna í dag við setjum sko salatblað, tómatsneið, saksaðan lauk og svo setjum við majónes, sinneb og tómatsósu í sikkur lagi Já, í ykkur sérstöku formi Já, við bara svona búin til svona, það lítur út eins og blóm þannig að þegar þú tekur bita að þá sko þá finnur þú sko ekki endilega fyrir sinnebinu í hverjum bita, hann er svona frekar eins og þú ert að hlusta á symfóníu hljómlist og þá kemur fiðlan inn í á einhverjum tímapunkti vola fallega og svo fer hún eitthvað annað og svo kemur hún aftur setna skilur þannig að það er svona það er sinnebið sko þannig að það er mest af tómatsósu og majónes og sinnebið er svona sem bragð auki sem kemur svona skemmtilega óvart inn á milli Já. Og var þetta eins með búluna? Gekk þetta bara allt í einu bara svona listilega vel? Já, ég var náttúrulega orðin 55 ára gamall og hafði ekki steikt lengi og var svona haldið klaufalegur hana og ég man að bæði Geir Horti og Friðrik Sófusson sem voru þekkti stjórnmálamenn á þessum tíma þeir komu fyrsta daginn og sögðu báðir þú eru engu glemt og ég var með allt niður um mig þú veist, ég var alveg bara og það tók sko í dag sko búlan lokar allir á 9 og við erum allir konin út sko kortir í 10 þá búið ganga frá öllu við vorum fyrstu vikurnar á mánuðin alltaf að ganga frá til klukkan að vera 12 Já, miðnætti Já, því að þú veist við svona einhvern veginn vorum ekki búin að finna taktinn þannig að þetta var rosalega erfitt byrjunin var erfið og gekk mikið á
og þurftum að hafa fyrir þessu alveg gjörsamlega sko. En það stendur, maður finnur ennþá fyrir þessu heimilislega feeling í búlunni. Það er eins með opnunatímaran, stendur ekki loka klukkan 9 stundum seinna en aldrei fyrr? Já, opnum 11:30 stundum fyrir en aldrei seinna og loka klukkan 9 stundum seinna en aldrei fyrr. Stundum seinna en aldrei fyrr. Já, þetta er svona slókan. Og síðan farið þið út með búluna. Þetta er í fyrsta skipti sem að þú reykur stað erlendis. Já, það er búið að vera smá ævintýri. Það var mikið ævintýri. Sko, uppalega var það þannig að ég ætlaði að opna svona með bjónir á Maja með þessum tíma og var að reyka þar fyrirtæki og ég hefði náttúrulega búið að því ég var í háskólanum og þú veist, það var svona aðgengilegt að fara þangað. Já. Þannig að haustið 2005 þá seljum ég sé við að því að sonur minn er með mér í þessu þá seljum við sem sagt Ödda sem var búin að vera með mér allar tíð og hafði verið með mér á bæði á kaffibrennslunni og hafði líka unnið á Hard Rock þá seljum við honum hans fjölskyldustaðinn Geirsgötuna og þá sem sagt eigum við ekkert á Íslandi engar ekstra eða neitt en bara eigum bara fyrirtæki sem heitir HBT og draumurinn er sá að fara og opna búlu á Miami og við hérna þetta er sko 2005 þannig að þetta er 2 árum fyrir hrun eða meira þannig að við einhverju bjartsýniskasti kaupum einhverju huggulega íbúðina á South Beach og stefnum á það að ég flytti bara út og ætla að opna búlu á South Beach í Miami og sem var mjög svona aðgengilegt því Ingu sonum minn bjóð þarna var búin að vera þarna árum saman og þekkti vel til og þannig að þetta var svona einhvern veginn kannski ekki minn heimavöllur en þó það ég hafði sjálfur búið þarna í 2 ár heyrðu svo skeður það þegar ég er fluttur út þarna í janúar 2006 að ég verð svona svakalega ástfangin af Laufi og Laufi bjó á Íslandi og hún var í vinnu og átti 2 börn og hérna einhvern veginn það passaði ekki að ég væri í Miami og hún á Íslandi og hún var ekki tilbúin að fara til Miami og það var ekki boði sko. Þannig að ég er ekki búin að vera þarna einhverja 2-3 viku því ég gefst upp á þessu ævintýri að opna í Miami og fer heim og þá út úr því dæmi kemur svo að ég opna búlun upp á Höfða bara til þess að ég hafði eitthvað fyrir stafni þannig að þá er komin ein búla í viðbót búla nummer 2 og Miami ævintýri það bara, þú veist, íbúðin náttúrulega fór í tóa vitleysi þannig við hrunið og við þurfum að býta í það súra epli að það var ekki sko fjárfesting eins og hérna með held að yrði sko þó að það við byrjaði ágætlega nema hvað að þannig að útrása draumurinn er sem sagt þá bara fyrir bí svo opna 2 ungir menn en við erum alltaf með hugmyndina við ætlum að opna úti það er bara einhvern veginn en kannski ekki endilega í Ameríku því að það er svona eins og gefa bakarabarni brauð að fara að opna hamborgarstað í Ameríku ég meina íslenskur hamborgarstaður í Ameríku getur eitt ímyndaðir sko hvort að Ameríkanar hafa svona virkilega trú á því en það var svo sem Hard Rock tengsli mín hefðu kannski aðeins fleytt mér á framskiluru en það er samt djart að gera það algjörlega nema hvað að svo sem sagt hann 2011 þá opna 2 ungir menn í Austurstrætinu laundromat og það gengur alveg líginu líkast og þeir eru rosalega bjartsýnir og ætla bara að sigra heiminn og koma til okkar og segja, heyrðu, megum við ekki opna í Kaupmannahöfn og við segjum því miður þá eru samstarfsaðilar okkar á Geirsgötunni búin einhvern veginn að gera samkomulag við okkur það að þeir ætla að opna í Kaupmannahöfn þannig við getum ekki leyft ykkur opna í Kaupmannahöfn en að þeir vildu opna í Kaupmannahöfn af því að upprunalegi laundrímastaðurinn er í Kaupmannahöfn og þar er Friðrik Weissebel með 3 staði í dag þannig að það var auðvelt fyrir þá að fara þangað og svona í samstarfi við Frikka að opna stað en að því við vorum búin að gera samkomulag við Ödda og hans fjölskyldu þá verður úr að ég segjum við á þið getur opnað í London og þeir þekktu Robba sem kallar Robby Kronig hann var búin að búa í einhver 6 ár og var svona þekkti til hafði séð allar hljómsveitirna fyrir Iceland Airwaves og var svona allavega, þetta var hans svona heimasvæði
þannig þeir fá hann til liðs við sig og það verður úr að þeir finna hann að stað sem við máttum bara fengum að leigða hann í 8 mánuði að þeir þáttu að fara að endurbyggja húsið og það var veitingastaður á einhvern tímann sem var bara niður nýtur og þeir sögðu þau getið fengið að vera hérna og þeir borgi bara hálfa leigu og við heldum við getum gert þetta fyrir einhvern smá penning svo við leggjum á stað og gerum þetta og kostnaði fór náttúrulega öllum böndum en hérna svo opnum við og eins og áður fyrr já og hérna en þá erum svo heppnir að þetta hérna 2012 og þá eru bara svona hamborgarstaðir eru það rétt að byrja að verða vinsælir í London og við erum í upphafi það var hérna Honnesburg var búin að opna eitt stað og hérna og ég man ekki það var eitthvað sem Byron sem var hérna kannski aðal þeir eru núna svona pínlítið svona haspin og við opnum og þá var náttúrulega dreigð upp úr púsi sínu sko alla sögunar af mig við fengum svona hérna fyrirtæki sem sérhæfis í því að kynna fyrirtæki á netur og svona hérna hvað þetta kallað Samfélagsmiðlum? Já þeir voru tvær stelpur sem voru mjög áhugasamar og komu við okkur í umfjöllunin út allt skilur og þá voru dregnar upp alla sögurnar og hérna hérna bara mig og Hotel Borg og Hard Rock Café og hérna ég hafði látið búa til hérna skal sér hérna þegar ég var með Hard Rock Café þegar ég blindur öðru þá hafði ég látið búa til auga sem var bara með Hard Rock merkinu þannig að ég gæti svona sýnt að við tækjafæri skilur og bara wow Kastu látið annað auga Kastu skiptum auga Já, ég get skipt auga sko. ég er með linsu hérna sko, þetta hérna er linsa þannig ég get bara tekið þessa linsu úr og sett Hard Rock linsun í staðinn þannig að þetta er svona Og gerður það alveg? Já, sjálfsögðu Þannig þú varst með Hard Rock merki í staðinn fyrir augastyrk Já, svona, ég gerði það ekki ég gerði þetta ekki daglega Nei, þetta var svona spari Ég tjaldaði þessu til við á réttu augnablikum þannig að fólk hafði áhuga þessum furðulega kalli frá Íslandi Já Þannig að hérna og svo var náttúrulega til þessi dásanlega mynda mér með skeggið Einmitt Sko, það var nú eitt ævintýrið Já og það var þannig sko að Úlfar Eystinsson sem á 3 frakkar hann, ef einhver sjómaður kemur með fisk í land sem er ekki veiddur daglega einhver skrítin fisk sem að menn kannski þekkja í sjón en þú sér það kannski einu svona árið eitthvað þá er alltaf farið til Úlfars og hann kaupi fiskinn og matreiðir hann og rættur allar vita hann sé með þennan fisk sem er svona bara kann einhverju sögum þann fisk einhverju mynd á hann einhverju svona stóru plaggati sem er fullt af fiskum og hann getur bent á þetta er fiskurinn sem er á seli dags í dag og í þetta skiptið þetta var í mars hann 2009 þá Úlfar hefur fengið einhvern fisk sem að hérna þótti mjög merkilegur og hann kallar til einhverju útvarstöð annarkvort Rás 2 eða Bylgjur ég man ekki hvort var og er að sýna konunni sem kemur að skoða þennan furðulega fiskinn og hvernig hann er eldaður og gefur hann að smakka og svo hann að segja einhverja sögur og svo í miðju kafi þá ég heyri þetta í útvarpinu þetta er bara svona ongoing í útvarpinu hjá mér og ég hérna heyri þetta viðtal og svo segir þessi spyrill við Úlfar, heyrðu, þú komið skegg og þá segir Úlfar já, ég er að mótmæla og nú, hvert þú að mótmæla háum stýrivöxtum, segir Úlfar já, ok, já, ég ætla ekki að korkja, hann var reynda sköllóttur en ég ætla að korkja að raka hár mitt neina að klippa hár mitt neina raka skegg fyrir en að stýrivöxtir eru komin niður fyrir 10% Alveg rétt og hérna og ég hérna heyri þetta og finnst þetta bara gaman og svo einhvern veginn fyrir undir meðundin á stað og svo bara 20 og setna þá hringi ég í Úlfar og segir heyrðu, ég er sem að mótmæla með þér og svo fór ég bara að safna skeggi og ég var bara að safna skeggi og hann var bara að safna skeggi og við vorum bara 2 að mótmæla svona og engi vissi neitt Hversu lengi safnaður skeggi? Það kemur ég strax Nú, Svo er ég búin að safna skeggin í 3 mánuði þá er ég að æfa inn í Voltklass þá kemur blaðilegur sprundari sem heitir Gunnar og er að taka mynd af einhverju dömu sem var svona búin að æfa lengi og var svona flott og átt að fara einhverja myndir í einhverju blaði, fréttablaði held ég og hann er hérna hlaupandi og taka myndir og gera eitthvað og því hann hefði tekið mikið af myndum að mig því að hann var með tómaborgara þá stoppar hann
svona horfir á mig og segir Tommi, hvað komið skegg? Og ég segi, já, ég að mótmæla. Hver þú að mótmæla, segir hann. Nú háum stýrivöxtum. Já, herðu, þetta blaðamantur, sagði hann. Og daginn, bara svo kvöldið, eftir hádegi, þá ég og Úlfar konir hérna saman fyrir utan þrír frakkar, mynd á okkur, svo kemur mynd á baksíðin í fréttablaðinu, Tommi og Úlfar að mótmæla háum stýrivöxtum og svo kemur sagan það við sem að samla skeggi og allt það. Þetta semst í maí. Svo í hverjum einasta mánuði voru stýrivextir lækkaðar kannski 0,5% eða 1/4 eða eitthvað djöfulinn. Út af ykkur? Já, sjálfsögðu. Engöngu út af ykkur? Já, það má segja það vegna þess að í hver skipti sem stýrivextir voru lækkaðir þá voru alltaf myndir af okkur. Það var eins og við værum samnefnari fyrir þjóðuna að berja niður stýrivextina. Og þetta var svona orðið húmor, skilur, og það kom oft nýja myndir og svo kom einhver viðtöl og eitthvað svona. Nefna hvað í janúar 2010 þá hringir Már Guðmundsson Seðlabankastjóri í mig og segir, þetta var að kvöldi til og hann segir, Tómas, þetta Már Guðmundsson hér. Ok, hvað hef ég gert núna? Ég mér. Já, það á morgun ætlum nú að lækka vextina niður fyrir 10, sagði hann, og já, ok, og var gaman. Við erum að hugsa það, ég og einhverjir sem voru með honum í bankastjóninni, að bjóða þér og Úlfari að koma bara í rakstur niður í Seðlabanka. Og hann fekk einhvern danskan rakara sem kunni að raka með svona gamaldags svona sköfuhníf, þú veist. Það var settur upp svona stóll og þetta var gert rosa flott og klukkan 9 morguninn mætum við Úlfar í raksturinn og klippinguna og það eru allir fjölmiðlar landsins mættir og aðar áherslan á það var að ætti að vera að raka Tomma og Úlfar í beinni útsendingu nánast. Þannig að við fengum og erum einu menni sem hefur fengið rakstur í andirinn og Seðlabankanum. Magna. Og hvað varstu búin að safna lengi? Já, þá ég búin að safna í 9-10 mánuði. Já, þetta var mjög voldugt skegg sem þú varst komið með það. Já, það var svona, af því það voru svo fáið með skegg á þessum tíma. Já. Og svo var búið að hafa samband við okkur, Greipa vildi hafa myndir okkur á forsíðunni og við vorum einhvern jólasveinabúningi og Jónatan sem skáð bók með íslenskum listamönnum, hann vildi endilega hafa mynd af okkur að því að við vorum þekkt andlit, skilur bara til að skreita bókina og það myndir sem raunverulega núna allstaðar á öllum stöðunum, það þessi mynd sem að Jónatan tók af okkur til þess að sitja í bókina en Baldur vinur okkar, hann tók nokkra myndir og sem eru kannski svipaðar en það ekki teknar í stúdíó Nei, það þessi eina mynd sem hangir allan upp á höfða eða ekki? Hún er á öllum stöðum Er hún á öllum stöðum? Já, bæði erlendis og hér og hún var einhvern veginn, það byrjaði þannig að við settum hann upp í London og það þótti svo flott að við smá saman bara bættum henni við og hún er bara orðið svona logo staðarins myndin af mér Já, ég meina staðarinn ber nafnið þitt og þú líka ert náttúrulega hangir þarna uppi og fyrir útlendingum að sjá hann volduga kall og sem að steikja hamborgarun í fólki það er svona, það er margt ansi heillandi við þetta en mér langaði svolítið að fara inn á þennan vöxt sem þið náið og hvað þetta er búið að vera magnað ferli hjá þér, þessi veitingastaðarekstur og hótelrekstur og hvað hann heldur þú að þú hafið þurft drykkjuna og þetta svona þennan ólifnað bara til þess að láta verða að þessu heldur þú að hefur alltaf verið á beinabrettinu heldur þú þá að mögulega hefur aldrei komið einhverju í verk ég las ekki alls fyrir löngu frasa sem svona á ensku in order to be old and wise first you have to be young and stupid og þú tekur undir það? Já, sjálfsögðu, ég meina þú veist að if it don't break you, it makes you og þú veist og maður þarf að lenda í alls konar æfina og sumt af þessu náttúrulega bara hvatvísi og svo bara spurning hvernig leysi maður úr skilur það eru gerð mistök og það oft spurning hvernig leiðréttur mistökin skilur, kemst upp með að gera það þannig að vel fari skilur eða og ég hef einhvern veginn ég hef einhvern veginn alltaf einsett með það að klára allt sem ég tek mig fyrir hendur
no matter what og hérna já, sko mikið af þessu sem ég hef gert eru tilviljanir. Ég meina Hótel Borg var algjör tilviljun. Ég sko þegar ég var að leita húsnæði undir Hard Rock Café þá datt mér í huga að Pálmarssalurinn og Hótel Borg gæti verið góðu kostur af því að Hard Rock í London hátt til lofts og vítti veggja og þar var í gömlu húsi sem var Rolls Royce bílasala. Þannig að mér fannst Pálmarssalurinn vera mjög svona ámóta í öllu yfirbræði, flotti gluggar og svona, þannig að ég fór að skoða Pálmarssalinn og með það fyrir augum að hugsanlega geti ég tekið þetta á leigu og verið með Hard Rock hérna og í leiðinni þá fyrst ég var að á annað borð þá læddist ég upp á hæðina, fór alveg upp á efstu hæð og skoðaði allar hæðinar og þá fekk ég yfir mig svona einhverja bakteríu, skilur einhverja, ég kallaði Hótel Borgabakteríuna að ég fílaði mig sko og ég hafði unnið á hótelið þarna þegar ég var í skólanum á Miami, þannig ég var svona hafði áhuga á hótelrestri sko og þannig ég fór svona eitthvað að grenslast fyrir hótelið og eitthvað og einhverjum tímapunkti þá á þessum tíma átti náungi í hótelið sem hét Sigurður einhversson hann var svona braskari sem hafði keypt hótelið og var svona kunni ekkert á hótelrestur og hann vildi losna við það og já hann vildi leigjað út og ég var búin að gera leigusamning við hann ég var búin að gera leigusamning við hann að taka hótel á leigu í 1985 og ég segi við hann, ég satt heila nótt og gerðum samning á alls konar og ég segi við hann, ég að fara til London á 5. daginn, ég kem aftur á mánudagskvöld og við skrifum undir á 3. dag og ég fer til London og ég fer að skoða það einhver hótel og sé eitthvað sem er æðislegt maður, já þetta ætli ég að gera Hótel Borg og þetta ætli ég að gera Hótel Borg og þannig ég hringi í hann á laugardeginum og segi sko já ég ætla bara að undirstrika það að ég kem á 3. daginn já allt í lagi heyrðu, ég kem á mánudagskvöldið þá var Ólafur Laufdal búinn að taka hótel á leigu þá hafði hann sagt Óla að ég var að hugsa að taka hótel á leigu og það var bara nótið þess að Óli borga bara uppsett verð borga miklu meira ég ætlaði nótt ég manna borga fyrir leiguna þannig Óli bjargaði mér alveg frá skelfilegu máli því að ég hef aldrei ráðið að reka hótelið þá en svo var hann þarna með hótelið í einhverja ár þessi Ólafur og ég var alltaf með áhuga á því að eignast hótelið svo ég fer að tala við Landsbankann sem átti hluti í því og ég fer að tala við einhvern aðila sem þekkti til og svo keypti Borgin hótelið átti það bara og svona að því að þátt að fara að breyta því í skrifstofur og svo var einhvern náungi sem heiti Pétur Sveinbjarnarson sem var svona borgarstjóri miðborgarstjóri svo Jakob Magnússon hefur verið en þetta var svona byrjunin á því starfi og hann kom mikið á Hard Rock Café í þekktan og ég var að segja hann ég að áhuga á hótelinu heyrðu hann ringir í mig daginn og segir Tommi, nú erum við fljótur því að það á að fara að selja hótelið og ég fór bara, þú veist að talaði við borgarlögmann og það verður einhvern veginn núna við gerum samning og allt í einu er ég búin að kaupa hótelið og það var bara, eins og manni mælt ég fekk á rosalega góðum kjörum en ætlaði bara aðeins að lagfæra það og endurbæta það svo eftir einhvern tíma það fór á sömu veg og allt annað 20 milljónir krónar framkvæmd fór upp í 142 milljónir á 4 mánuðum og þannig að ég var alveg 2-3 ára bara að klóra mig út úr því öllum þeim vandræðum sem fylgdu því en hótelið fekk alveg rosalega umfjöllun erlendis og ég var rosalega stoltur yfir í raunverulega hvað það var flott og það gekk vel raunverulega fyrir utan það ég skuldaði mikla peninga Við leggjum það til hliðar já. En eins og búlan í dag, er þetta ekki bara í góðum farfi? Er þetta ekki bara nokkurn veginn sáttur eins og staðan er núna? Jú, það er mjög sko, það eru 19 búlur 19 búlur 7 á Íslandi og þá 12 erlendis Pælti því og það ganga svo sem misvel ég meina
Kaupmannahöfn gengur best og svo London, svo Berlín gengur mjög vel. Kaupmannahöfn, eru tvær þar eða ekki? Já, hann ein lítilbúla í Mollinu í Lyngby og svo aðalbúlan í Kuðbíin sem bara lýrin líkast. Já. Og það bara lítið 36 fermetrar uppalega, það bara sko, geirskattan var 52, þessi 36. Já, en reyndar búið að stækka aðeins núna. Fólk situr úti líka mikið? Algjörlega 50 sæti úti og sömurinn þetta bara dásamlegt sko. Og síðan erum við í Róm sem hefur verið mjög ánægulegt og svona við höfum vakið athygli þar sko. Og svo erum við í Berlín tveir í Berlín og svo eru tveir í Oslo sem svona gætu gengið betur en þú veist við fáum góða umfjöllun og erum með góða borgara og við erum stoltir af öllu en norðmenn eru ekki eins æstir í að kaupa hamborgara eins og Danir. Þarftu ekki bara að taka degistekki eftir? Hver veit hver vill sjá 70 kall ef það stökku í degi. Ég get lofaði því. En það fór mikið fyrir því þegar Beckham byrjaði að mæta á staðin ykkar út í London. Já, það ekki góð viðurkenning fyrir ykkur? Ég segi að það er ekki hægt að fá betri frægan mann í heimsókn heldur Beckham. Nei. Það fíla allir Beckham. Það er bara gjörsamlega sko, það er enginn sem hefur eitthvað hotn í síðu Beckhams. Þú veist, og hann er svo næs og hérna og kurteis og lítillátur og eitthvað bara leyfi fólki taka myndir af sér eða það er málið og eitthvað, hann kemur ekki endilega oft en í tvisvar sinnum þá tók hann stað, við vorum með 3 staði í London sko, einn á Kings Road sem er svona huguldi íbúðakvöri og tvisvar sinnum hefur hann tekið þann stað á leigu til þess að halda afmælisveislu fyrir börnin sín. Já. Og þá hafið þau mætt bæði sko Victoria og hann og verið bara einhverjum 2-3 tíma, við höfum bara lokað búlunni og þau hafa bara verið þarna að passa upp á það að krakkatinn skemmti sér og þú veist og það er bara, þau eru bara svo venlegt fólk. Victoria og David. Já, það var ekki gert mikið fyrir staðina að núti að já, það spurðist mjög fljótt út sko, einhvern veginn að hann væri ég segi ekki tíður gestur en hann hefur komið semst á nokkru sinnum þannig að hann er ekki svona bara að droppa einu sinnin sko. Nei, algjörlega. Eitt sem er mikið langað til að ræða við þig, það er líkamsræktin. Þú ert í hörku standi. If you don't use it, you lose it. Og ert að nota við það mikið? Nei, ég er nefnilega að nota það í æfingunum sko. Já, ert að lifta eða hvað er það að gera? Já, ég lifti og ég bæði lifti og gerir svona aeróbik æfingar eða þú veist sem það er í brennsluæfingar í bland sko. Og ertu í bara backpressunni og hnébeginni og... Já, ég er ekki langt síðan ég tók 100 kíló í backpressu. Nú það? Áttu það í dag? Já, 105 kíló mest en svona 100 kíló er svona ég er svona öðru krónu megin við það að teka milli 90 og 100 það er eftir hvað ef ég slaka aðeins á þá svona dettur hann niður aðeins en kemur fljótt aftur. Já, leggur þú mikið kappa á þetta? Mætir þú reglulega ég heyrði að þú var eftir Gold's Gym út í Bandaríkjunum, eða ekki? Jú, ég fór með Sveinbirni Guðjónsson til Los Angeles 1984 sko þegar ég seldi tómaborgara þá vorum við þar í tæft ár að æfa og það var svona byrjunin að þessu, ég var svo illa var með rúllupilsa þegar ég fór út sko, ég var alveg í engu formi. Þegar þú ferð út? Þegar ég fór út 84, já. Já, þannig að áhugin kvikna bara þar? Nei, já, það skeiði eiginlega þannig að það var haldin rockhátíð á Broadway, sem er í bíóhöllinni. Broadway var skemmtistaður þar. Það var haldin svona rockhátíð, 50 ára afmæli rock á Íslandi og það voru það hafi verið 10-12 skemmtiatriði og eitt af þeim var Bubbi Mortens og ég fór að sjá þetta og Bubbi var þá sem sagt eftir 1981 eða 2 þá Bubbi er þá í rosa formi og miklum gír og hann fer alltaf úr og ofan á böllunum og svona og er bara alveg rosalegur ég fer að sjá þetta sjó og reyndar sá sem stóð sér best á sjói var Siggi Johnny en það er önnur saga hann átti salin en Bubbi var hann með sitt band og hann fyrir úr og ofan og hann var svo flottur að því ég kem heim þá fór ég úr og ofan og horfði í speilin og þá láði ég að fara að gráta og hérna þannig ég sagði ég verði að fara að gera eitthvað sem endaði með því að ég fór sem sagt til Los Angeles eftir að hafa selt tómaborgara til þess að ná mér í gang og ég er búin að æfa svona nokkuð stöðugt síðan sko, þetta er 84 Já.
þannig ég fer í dag svona við skulum segja að meðaldali 4 sinnum í viku. Já, í work-class bara? Já, í work-class. Já, og ef ég er erlendis þá fer ég svona þá kem ég við á einhverjum svona stöðum og gera eitthvað en ekki kannski alveg ræfingu eða þannig. En hérna með staði sem út í heimi, hamborgarstaði, ég veit að þú smakkar mikið samkeppnina sem er í hverju landi sem þið að hugsa opni. Áttu þér einhvern svona uppáhalds fyrir utan búluna? Hefur smakkað Five Guys og Shake Shack og allt þetta? Ég er rosalegur aðdáðandi Danny Meyer sem er uppáhaldsmaðurinn að Shake Shack. Já. Og hann byrjaði með að heiti Union Square Café sem hann byrjaði með og var það frægastu fyrir og það búið að vera hann í 30 eitthvað ár. Ég hef sko eins og ég er nú hrifinn að Danny Meyer og öllu sem hann hefur gert þá er ég hissa sko hvað Shake Shack er ógeðslega vinsælt. Okay. Mér finnst persónulega mínir hambúrgarar betri. Já. Og ég bara segja eins og mér finnst hans hambúrgarar ekki vondir en það vantar í þá einhvern neista en hann er bara með ólíkindu hvað hann er vinsæll. Já. Five Guys eru svona kannski á einhvern hátt eins og McDonald's svolítið kannski á styrum, það er svona meiri stemming skilurðu, en þeir eru svona frekar McDonald's heldur en nokkuð annað þeir eru svona einhvern veginn mitt á milli. Ég fer alltaf að skoða ég á 2 uppáhaldsstaði í New York og það er annars vegar Burger Joint sem er staðurinn sem við sáum áður en við opnuðum búluna. Það er bara svona leynistaður sem er í einhverju hóteli á 57. götu og svo er staður sem heitir The Five Napkin Burger. Það er að því þú ætti að nota 5 servitur sko þegar þú ætti að borða hambúrgaran. Þeir eru báðir í New York? Já, þeir eru báðir í New York. Já. Og þetta eru svona bestu staðirnir utan búlunar sjálfsög? Þetta eru svona mínir uppáhalds svona hambúrgarstaðir, já. Það er ekki spurning og svo þú veist í London er fullt af góðum stöðum líka sem ég fer svona inn á öðru hvoru en já, svo mér segja að það er einn staður hérna á Íslandi sem ég finnst mjög góður, 2. Mér finnst eins og Le Coq bara fínir. Já. Þeir eru hérna í Ármúla. Já, og konur er í bæ núna og ég verð að viðurkenna það, mér finnst hérna skal ég segja staðurinn í hérna á Suðurlands á hérna Miklubrutinni hérna Dirty Burger. Já. Þeir eru bara fínir. Já, þeir eru hörku hambúrgur. En sko, Dirty Burger er umverulega stæling á Dirty Burger í London. Það er engin samvinna þeirra á milli, bara nota nafnið og korsetti pínlítið. En það er staður sko sem er rosalega gaman að fara á. Ég myndi segja Dirty Burger í London er svona alltaf því fyrir þangað er jánaður. Já. Eitt sem fannst svolítið fallegt svona áðurinn fyrir að kveða þig, það er þú varst að tala og spurður hvað þú myndi gera svona undir lokin þú voru hættur í öllu þessu búlurstandi og hvað, hvort þú myndi bara fara hætt að vinna og leggjast í Helga Stein og þú sagðir að það var bara sniðast að láta þig bera út mokkan. Já, ég lét mig dreyma það í mörg ár. Hver er meiningin á bak við það? Þegar maður vaknar á mótnana þá þarf maður að hafa hlutverk og ef maður hættur að vinna þá er rosalega sko tómlegt að vakna bara og bara eyða deginum í eitthvað en að vita það að maður þarf að vera búin að bera mokkan út klukkan 7 og fara, þú veist, þá fær maður bæði líkamshreyfinguna og þetta hlutverk að hafa sko, skipta máli við sko að það má ekki vera bara bara fara að spila golf við eitthvað, skilur það verður að vera eitthvað þú þarft að hafa þú þarft að skipta máli í sko umhverfinu. Algjörlega. En menn hafa ekki alveg sko, í fjölskyldunum hafa alveg skilið þetta sko. Og reyndar er núna mokkir kannski ekki eins mikið borin út eins og hann var. Nei. Þetta er falleg pæling á baku þetta og eflaust margir sem fara á mis við þetta og leyfa sér að falla bara í einhverja hvað segir maður, bara gera ekki neitt og einhverja leti. Já, það er stutt í það en ég er svo heppinn að hafa world-class og svo 2 dætur sem að ég sinni svolítið, það er 23 ára og hinn er 11 ára þannig að þær hafa gefið mér eitthvað smá hlutverk. Já, ég hafa gert það sko. Það er mikið atrið að eiga svona einhverja fjölskyldum meðlumir sem er svona snerta hjartað.
Já, þú hefur svo sannarlega allavega látið verða því að gera hluti í lífinu. Tommi á festi, Tommi á Tommaborgurum, Tommi á Hard Rock og núna síðast Tommi á Búlunni. Hefur ekki bara gera ráð fyrir að þetta sé síðasta viðurnefni sem þú færð? Nei, Hvað tekur við? ég veit það ekki. En ef ég fæ hugmynd, þá þarf ég oft að halda aftur að mér til þess að fara ekki á stað. Já, Ef hugmyndin er góð og þú veist, en ég læriði það daginn að það var einhver náungi sem sagði þetta mjög svona skýrt og skilmerkilega. Hann sagði, ég hvatvís og ég fæ oft rosalegar hugmyndir og mér langar að framkvæma það strax, en ég er búin að læra það reynslunni að ég geymi hugmyndirnar alltaf þangað til á morgun, og ef það er jafn góðar á morgun og voru í gær, þá framkvæma ég það, en ef það er ekki eins góðar á morgun og voru í gær, þá bara gleymi ég þeim. það er bara fyrir besti. Og ég er svona svolítið að tilengja mér þetta, að því að það er svo auðvelt að gleyma sér og allt í einu vera búin að gera eitthvað, taka á leigu einhverja fermetra eða eitthvað og vera komin í gang, þú veist. En ég ætlaði svona að það gæti vel enda með því að ég gerði eitthvað bara svona til þess að taka þátt, en hver veit. Tommi, viltu eitthvað loka orð til fólks sem er að hlusta? Fullur af visku og að verða 70 ára maðurinn. Elsti gesturinn hingað til. Ok. Og hlustasti. Gaman að heyra það. Já, sko, ég myndi segja, sko. Krakka mínir. Já, þeir sem eru í rekstri munið það að það er stöðuleikinn eða á ensku consistency sem skiptir öllu máli í öllum rekstri, í öllum viðskiptum, að hlutinni séu alltaf eins og ef einhver einn heyrir þetta og skilur þetta og hefur þetta leiðarljósi, þá er ég ánægður og allt þar umfram enn ánægður. Magna. Tommi á Búlunni, takk hérlega fyrir komuna í þáttinn. Já, takk fyrir, gaman að fá að vera með þér. Sömuleiðis. Þá er þættinum í dag lokið. Kærar þakkir til sponsora þáttarins, Joe and the Juice og Origo. Þangað til næst.